Welcome to the jungle, komin á fóninn. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan yndislega föstudag. Já, hann yndislegur. Ég með nýtt koncept. Alltaf ég tilbúin að vera í þessu stúdíói og mér finnst ekkert skemmtilegra heldur en að vera þetta með ykkur á föstudögum. Já. Við hefðum alveg máttu vera að senda úti núna. Já, ég veit það. Þetta sko... Þetta one in a million að fá svona veður á Íslandi. Það ekki gluggi í þetta. Nei, það ekki gluggi. Ekki eitt gluggi. Það basically eins og sé vera að pína okkur. Ekki eitt gluggi. En við erum ekki hér fyrir okkur sjálfa. Nei. Við erum hér fyrir hlustendur, ekki gleyma því. Ég er rétt að, ég vona þessu margir núna að tana að hlusta. Já, það er 100%. Já, við vorum undirbúið þáttinn áðan bara hérna í sólbaði. Já. Hversu yndislegt hefði verið að geta bara hlusta á gott útvarp á meðan? Já, djúvill. Ég er með nýtt koncept, Blöð. Nú, hvað koncept það? Konceptið mitt er, var að fæðast bara núna. Okay. Í hverjum föstudegi við róterum þessu, hvað ég að ráða upphafsstefinu áður en þátturinn byrjar. Já, ok, er ekki að fíla Welcome to the Jungle? Föstan eftir það, það kannski Stonefucker að ráða. Herru, síðan þetta? Þú, búm, alltaf. Þetta hljóma vel. En ok, 2 á einu, þá get ég ekki neita. Sko, nei, ég er með nokkur lög sem verða þetta inn. Mortal Kombat þýmið, Terminator 2 þýmið, ég er með Einar 8-vilta. Einar 8-vilti kemur ekki. Ok, Einar 8-vilti kemur ekki, ég er með hellinga nýja lög. Það er bara eitthvað rosalega peto við að byrja þáttina það, sko. Ekkert svona. Jú, það er ekki stemming. Ekkert mál, ég er með helling af lögum. Næsta föstudag, þá kannski ég að velja upphafsstefið. En ertu ekki að fíla þetta? Jó, þú veist, þetta byrjar að... Ég er mikill Guns N' Roses maður, en það væri samt svona, ég er alltaf að hugsa, nýtt koncept, þannig að fættist glænýtt koncept. Það er náttúrulega FM95 Blöður að vera 30 ára, sko. Þannig að það er kannski fínt að... Ertu með eitthvað lag í huga, eitthvað opnunarlag í huga, Egill? Eru að vera 30 ára? Wow. Við erum fannir að hlaupum og... Já, bara basically fannir að tala og... Við erum bara... Og jafnvel fannir að skeina okkur. Það hefur sko bara styttist í að við förum að byrja í skóla. Já, og farnir að spyrja erfiða spurninga. Nú er það 30 ára. Hvernig verða börnin til og svona? Það er rosalegt. Hvað er að gera 30 ára afmælinu svona? Nú er verður eitthvað veisla. Nú er krakkið þinn Steindi orðinn viku eldri, hann byrjar að tala. Hæ? Hann byrjar að gera eitthvað, skriða eða? Þú varst ekki að grínast þarna í síðustu viku? Hvað er að ykkur? Hvað er að byrja að gera skemmtilegt? Ekki neitt. Hún sefur. Og skýtur. En það bara sama. En það bara sama, já, það verður þannig bara í... Kendin að gera eitthvað? Herðu, hættu þessu. Steindi, hvernig papp er þig? Kendin að gera eitthvað? Ég var ekki að fá mig bara lítinn hvolp Herðu, reyndar eitt sem að ég glemdi alltaf að spyrja, hvernig Pulla takið þetta? Pulla er að taka bara... Er hún afbrýðisunni? Nei, sko, Pulla tekur vel í þetta. Hún er svona... Ekki það, sko, Pulla geti ekki varið hamstu hvað þá barn, sko. Ég veit það. Hún er ekki að fara að hjálpa barninu. En svona, hún liggur alltaf undir vöggunni og það er svona, hún fer að væla ef litla vælir og það skiptir máli hver heldur á henni. Það getur ekkert hver sem komið og gripið hann upp, sko. Já, verður Pulla brjáluð? Pulla er svona, já, hún er að passa upp á þetta. Það er ágætt. En við erum búinir að undirbúa, bara veislu fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Eins og hvað? Eins og alltaf. Já, eins og hvað erum við að tala um? Við erum að fara að fá MVP í hús. Hann var valinn besti leikmaður meistaradeildarinnar í handboltanum. Það er Aron Pálmarsson. Sko, nú ég fylgist svo lítið með handbolta. Segðu mér, hversu mikilvægur og stór titill er þetta? Þetta er bara, ég meina, þetta er eins og meistaradeildin í handbolta, er eins og meistaradeildin í fótbolta fyrir handboltamenn. Og hann var valinn bestur. Hann var bara bestur af öllum. Já. Best of the best. MVP. Og pælið því. Ég heldur við þurfum að hætta að kalla hann Kjulli, Egill, því hann er orðin MVP. Þegar þetta ætti að missa Kjullan, hann er ekki alveg búinn að missa það. Hann er náttúrulega alltaf Kjulli fyrir okkur, því hann er alltaf 10 árum yngri, sko. En hann er MVP og hann er að koma hérna eftir og við ætlum aðeins að fíblast í honum og henda honum í svona nokkrar þrautir. Já, það er alltaf, sko, við höfum að gera, nýta hann svolítið, hann er alltaf til í að fíblast, hann er hress og skemmtilegur, við hendum honum í eitthvað rugl. Góðu vinnu þáttarins, hann er sko stjórna heilum þætti með mér og staðið sér vel, þannig að það er alltaf stemming. Aron Pálmarsson á leiðinni, við erum með Sturla staðreyndir, við erum með myndur fyrir cash. Þú ætlar að vera með spurt og svara fyrir Aron Pálma, þegar það var eitthvað sem að vildi... Þegar fréttist að hann var með okkur í dag. Þetta fréttist þú að fljótt alltaf, Höður. Er einhver að koma í stúdíóið? Eitthvað verið að segja frá þessu? Það bara fréttist og ég er með spurningu sem er líka með mjög mikilvæga tilkynningu. Eða a.k.a. Muscle Boy er með mjög mikilvæga tilkynningu. Ég er bara tilkynning frá Muscle Boy. Ef þetta er eitthvað þú að spila í Hvítahúsinu, I'm not interested. Þetta þarf að vera eitthvað, þú með tilkynningu fyrir einasta degi. Ég get skúpað. Það má ekki vera tilkynning í hverjum þætti. Þetta tengir svolítið David Guetta og höllinni. Tengir svolítið höllinni. Ok. Ég ætla að tísa aðeins. Hljóma vel. Herru, ég ætla að hendi í brakandi fest íslenskt slúður. Já, eins og ég segi, það er sko, það er einhverjir ákveðna einstakleika komnir á ís. Og ertu með gott slúður í dag? Já, það er mjög gott og íslensk celeb í gæsalöpum eru með allt
Ákveðir einstaklingar eru komnir á ís? Jú, en það koma feskirinn á móti og ég er búin að fá mikið af mailum og hver veit, ég er hugsað að ég ætla að dusta rykið jafnvel af augljósum staðrindum. Ég fekk einu góða spurning í vikunni hérna Steindi, nú varstu með Íslands slúður síðasta föstudag. Já. Og sem betur fyrir sig þá nú Einar Mikael, hann hafði nú að dodja slúðrið höður. Já. Enda bara búin að standa sig mjög vel og það hann er bara búin að vera mikill fagmaður undanfæri. Já, hann er hann ekki alltaf fagmaður? Já, hann er alltaf fagmaður. Það var einhver engin óhefni á honum. Nei, hann var í einhverju viðtali daginn og hann veslaði vist bara í Hagkaup á nóttinni til þess að vera laus við aðdáendur. Ég skrifaði það viðtal ekki. Nei, tengdist það eitthvað slúðrinu? Nei, ekkert. Þú veist ekkert meira? Ég veit ekkert hvað það tala eins og. Nei. En hann veslar á nóttinni? Já. Okay. En talandi viðtöl, þá ringja í ungan dreng sem við þekkjum vel. Hann heitir Sverrir Bergmann. Já. Hann er, í viðtali við Mannblaðið. Og sem væri ekki frásögu færandi nema að hann stendur uppi vegg, er að halla sér uppi vegg og fyrirsögnin er langar að eignast barn. Og þetta Af hverju veiða er þetta? Þetta er bara eitthvað sem við þurfum ég líka veit að Svessi verður pirraður við ringið mér. Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða við. En hann er sko aleinn á þessari mynd. Það er ekki eins og að sé með einhverju kærustunni sína á þessari mynd. Hann er aleinn uppi vegg og svo langar í barn. Já, hann er hvað með hverju sem er þá eða? Hvað er að gera þetta? Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða við hann. Langar bara í eitthvað barn? Ég veit fyrir við sko þetta, hann var beðinn að gera einhvern bucket lista fyrir sem sagt að því hann er að spila á þjóðhátíð og eitt af þessum sem hann langar til að gera áður en hann deyr er að eignast barn og þú settu það í fyrirsögninni. Við erum að fara að heyra aðeins í honum. Langar að eignast barn og hann að halla sér upp í vegg. Rosalegt. En einu sinni skýtur hann á sig. Býtu Svess alltaf eitthvað skýtur á sig. Þetta skrifast þú ekki á hann. Skeit þarna, það fari ekki þessa fyrirsögn í blað. Hallandur upp á vegg. Hann stjórnaði ekki fyrirsögninni. Með tárin í augunum. Hann stjórnaði ekkert fyrirsögninni. Strax byrjar ígætt hann er grenjandi. Það gengur ekki. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustendur, það er nóg að vera. Við erum með sól í hjarta og orðnir elgtannar eftir daginn. Þannig að það er ekki bara fínt að taka smá frí frá sólinni núna. Jú, við erum með veisluðin í 2 tíma. Algjörlega. Það held ég. Þetta er Katy Perry og að mínum að hennar besta lag heitir Dark Horse. Hvernig fílaðu þetta strákar? Mjög vel. Ekki? Já. Svona slúður. Það er engin stormur á Íslandi núna, bóng og blíða 20. hitti og það bara gæti ekki verið betra. Allavega höfuðborgarsvæðinu, ég held þetta sé svona um allt land. Allavega gott við ég elska ekkert meira en Sunshine. Nei, veistu að ekkert meira í heiminum. Ég var til að fórna, veturinn mætti vera ógeðslugur. Við bjóðum á móti þessu. Við fengjum 3 svona mánuði. Bara 3. Þú mætti skýta á mig ef við fengjum 3 svona mánuði ári. Já. Og ég barast það. Ég myndi taka eitt fyrir lið, bara gera það fyrir Ísland. Af hverju þarfst að gera það? Bara ef við myndum... Take one for the team. Ef það væri samningur á borðinu. Mættu við velja Íslandinga? En tökum þetta í myndir fyrir kæsvættir, við þurfum aðeins að skoða þetta. Já, þetta er, nei, við skulum bara ekki ræða þetta neitt meira, hvort að menn væri að, ég tæki eitt fyrir lið. Kasta saur á hvern annan. Það er komið að slúðri og ég verð að viðurkenna það strákar að slúðri hefur oft verið betra. Það? Já. Segðu mér að sért með eitthvað Kardashian slúður. Kurt Russell. Hvaða sögu var ég að heyra? Heyrðu sögur með DiCaprio og Kardashian? Nei. Heyrðu það ekki? Nei, er ég ekki með bötun á bóksefninu? Ég þarf að heyra þetta. Þú ert ekki með, ég ætla að segja að Kevin Spacey, hann var með svona one man show núna í London í vikunni. Það hringdi síminn hjá einum í salnum og Kevin Spacey apeshitaði hann. Hann bilaðist og bara öskraði á hann og þetta eyðilega sýningunni því hann gæti ekki hægt að öskra á gaurinn og leta hann þvílíkt heyra. Ánægða, láta hann heyra það. Mundirðu vilja láta Kevin Spacey skamma þig? Áhugin 0. Ég myndi það samt alveg smá sko. Já, samt ekki út á sýningu kannski með konunin eða vinniðinu með eitthvað svo bara Kevin Spacey að rakka þig niður. Hann er svo ógeðslega harður eitthvað sko. Við hefum nú félaga sem hefur verið rakkaði niður á sjói. Eitthvað við? Já. Hver? Það er Pétur Jóhann Sigfússon í Comedy Cellar þegar Chris Rock lét hann heyra það. Já, en það var reyndar ekki út að síma. Það var bara því að hann var svo astnalegur með huggulegri bíu. Hann fekk óvart gott borð framalega og sá örgleitt í því. Það var þetta mjög heppinn, það er æðislegt að fara að Comedy Cellar og koma oft inn svona óvæntir gestir og allt í nú datt bara Chris Rock að inn sko. Já, en að drulla svona yfir hann, það er rosalegt. Og svo er ég með, meira slúður, það er búið að handtaka 2 út af, bílnum hennar Miley Cyrus, það var einhver sem að stálu Maseratiðunum hennar. Okay. Og það er vist mjög vinsælt að fara heim til Miley Cyrus og ræna hana. Því að hún er mjög duglega að posta myndum að sér á Instagram og Twitter og svona, þá sjá þjóðarnir, hún er aldrei heima. Já. Þannig að hún ætti kannski aðeins að fara að hugsa, en býtu, er enginn að vakta húsin hjá þessum stjörnum? Við vita hvað heldur að sé bara líkilundir mottunni og kerfið ekki í gangi? Nei, minna þú tala þannig. Ná, en þetta er... Öryggisvörnungur sem fari í Síkó. Já. Það er kannski eitt Steindi Junior að vakta húsið hennar sem þarf að henda sér í smelli. Fengi sérna ískalda relli, ég ætla ekki að dæma fyrir það. Það er bara svo leiðis. En ertu ekki með neitt að David Blaine?
Með Bara David Blaine. Töframanninn? Já. Nei, okkur ætti ég að vera með hann. Nei, ég bara segir svona. Svo Game of Thrones eru orðnir vinsælustu þættir HBO frá upphafi, komnir fram úr Sopranos. Já. Og já, ég veit ekki hvort ég geti sagt að Game of Thrones séu betri en Sopranos. Ég Pæli mikill því, Sopranos maður, Þetta er vinsælusti sjónvarpsþáttur í heimi, Já. basically, þú veist, og við erum með okkar mann þar. Já, Íslending, sáuðu síðasta Hafþór þátt. Júlíus. Rosalegu þáttur. Endirinn á síðasta þætti var rosalug. Máttu ekki segja því það er kannski ykkur hlustendur Ég er aldrei neitt spoiler hér. en það er svo gott að við séum með okkar mannan inni. Já, The Mountain. The Mountain. Já, þá með þess að ég er með nokkra síður þar sem að ég sæki sturla staðreyndir Já. og 4 af 7 voru með twittum að The Mountain í Game of Thrones er bara 25 ára, svo kom 2 TF eða what the fuck. Já. Þannig að menn voru mjög hissa út í heimi að hann sé bara 25 ára. Já. En það, þú veist, En það er þessu stóru og mikill. Já, tröll, sko. Og ég var búinn að vara ykkur við, kæru hlustendur, þetta er ekki gott slúður. Lisa Kudrow er á leiðinni í... Nei, ég nenni ekki eins og að lesa þetta. Máli, ég skal uppdata með Leonardo DiCaprio og Kardashian. Hvað er að gerast þar? Ég er ekki lengur aðdóndi Leonardo DiCaprio. Nú? Akkurru? Hann er ekki lengur einn af minn uppáhaldsleikurum. Hann er Hann var á topp 20 hjá mér. Þetta er besti leikari í heiminum. Já, hann er besti leikari í Í heiminum. öllum heiminum. DiCaprio er svo svalast í dag. Nei, Denzel Staðfest. Washington og Christian Bale eru báðir betri. Báðir mjög góðir, en ekki betri. Þeir eru hann í sömu deild. En Nei, hvað þeir eru var hann betri. að gera? Nú, Hörðu- hvað var hann að dissa Kim vinkonuna? Hann dissaði Kardashian fjölskyldun eins og hann lagði sig. Já, Hvað Og segir þú gerir það ekki on my watch. Það var Hvernig ekki þá? álítið á mér. Býttu, hvað er hann að gera? Það Hvað er var hann á að segja? partí, bara sem hellinga celebrities voru, þú veist, og Leonardo veit alveg hann er celebrity, og hann veit alveg að Kardashian crewið, þau elska að fara í gott partí. Ok, hann er gæti alveg gisk gott að þau væru þarna. Hann fer í partíið, tekur eitthvað snobba celebát, er þessi Kardashian drasl hérna. Og þau eru að taka upp fyrir þáttinn, Keeping Up with the Kardashians. Hann nenni að hanga í Hörðu, því. og hann var svo panika á því að það myndi verið í mynd til að koma fram í þættunum að það var bara þvílt vesen, það myndi verið alltaf allt annars staðar sem kamera var og það var bara orðið kjánalegt þannig inn í þessu Ánægður partí. með, ég skil hann. Akkur ætti hann að nenni að vera í ykkur drasl. Og þetta er mjög Þetta virtur- er Leonardo DiCaprio. Mjög Nákvæmlega. virtur og góður sjónvarpsþáttur sko. Já, rosalega. Hvað heldur að besti leikari heims nenni að hanga í þessu hvíta Leikarar eins og Caprio, Wesley Snipes, Kurt Russell. Þeir Ekki eru verið að ekki... setja hann í þessu... Þeir eru ekki að hanga- Ekki verið að telja upp menni þetta sem vil sofa hjá. Þeir Steindi. eru ekki- DiCaprio er svo miklu svalar en þessi gaurar að Þeir það... eru ekki að hanga... Hann er ekki svalar en Kurt Russell. Þeir eru ekki að slökum á því, sko. fotobomba eitthvað Kardashian flip, sko. Svo er einnig lokin Jessica Simpson er að spáði að gifta sig 4. júli, öllum drullu sama. Aron Pálmarsson, MVP og meistaradeildin í handbolta er rétt og mættur hingað í stúdíóið, myndur fyrir cash næst en fyrst auglýsingar. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráið í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 2. til 20. júní hringjum við ykkur skráðan hlustenda og mókum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn og dagskrárgerðarmenn segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistastöðin, þá gætir þú fengið alvöru mongúsjól frá G.O.P, Pop og snakkveislu frá Stjörnupopp, skemmtipakka frá Smára Tívolí, Sommersby sumarborð á English Pub og ef heppnin er með þér gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957, gleðilegt sumar. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættarhringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittun á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Ert á leiðinni í frí innanlands? Veldu þér 2 vikna tímabil á orkan.is og vertu á 12 króna afslætti allan þann tíma á Orkunni og Shell. Orkan. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp. Brakandi snilld. Q-breiðhjólin fást í
TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32. Cube your life. Doritos kynnir, þeir eru mættir aftur. We're like Rihanna and Chris Brown. You're a good dancer. Svalari. Sometimes you're meaner than I'd like you to be. Og harðari. Channing Tatum og Jonah Hill. We're about to jump in your ass. Right in the crack. 22 Jump Street. Frumsýnd 11. júní. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér tvær, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp. Brakandi snilld. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var Múla.is. Peningar á mannamáli. Levi's með allt sem þarf fyrir sumarið. Klæðið ykkur upp hjá okkur. Bólir, skyrtur, jakkar og auðvitað gallabuxurnar alltaf á sínum stað. Levi's, alltaf málið. Í kvöld, 7. júní, spila hljómsveitirnar Ylja, Snorri Helgason og Lindy Voffjörð á Kaffi Rauðku, Siglufirði. Miðaverð 2.500 krónur. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Samviskulausa freistingar. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Við óskum áskrifendum skemmtipakka 365 gleðileg sumars og bjóðum aðgangað Ósapinu í allt sumar endurgjaldslaust. Með Ósapinu býrðu til safn með þínu uppáhaldssjónvarpsefni og horfir þegar þér og þínum hentar. This may be the start of something special. Nánar á 365.is og hafðu það gott í sumar. Ég ætla ekkert að tunglast endalaust á því en það Pongo blíð úti og við erum í feeling. Það líka mjög professional blöð, stundum að segja að fólki á klukkan Já, og klukkan 24 mínútur yfir 4, alveg að vera 25 mínútur yfir. Nákvæmni, það mjög próf. Og við erum búin að koma inn á hvað í þættinum, hann á leiðinni til okkar Aron Pálmarsson. Við ætlum að gefa líka, ég glemdi að minnast það á hann, við erum að fara að gefa hérna í þættinum 2 VIP-miða á David Guetta og þetta pakki upp á 40.000. Þetta eitthvað VIP, frýtt að drekka. Eigum við ekki bara að gera það á sama tíma og íðli með þessa tilkynningu? Já, og náttúrulega tilkynningar eru hverjum þætti núna, sko. Það þarf aðeins að fara að skrúa þetta. Það er gaman að tengja svona hluti saman, finnst mér, sko. Já, reyndar. Gefum þessa Ég er með mjög mikilvæg tilkynningu. Já, hún er mjög mikilvæg, eins og alla þína tilkynningar, en það hins, já, svo eru að ringi Svess á eftir, því hann var í viðtali og... Svess to mouth? Já, hérna, langar eignast badn stóð, var fyrirsögnin, við þurfum að ræða það við hann. En það hins vegar komið að dagskráraliðnum mynduru fyrir pening. Já, mynduru fyrir cash, þetta einn af mínum uppáhaldsdagskráraliðum. Já, hann alltaf hressandi þessi. Ég get lofað því, ég ætla ekki að vera ódýr í dag. Þú segir þetta hvern einasta föstudag og alltaf ertu jafn ódýr. Reyndar ertu náttúrulega komið núna með hund og barn og... Já, ég gæti þurft pening. Ekkert skrítið og vilja setja á þig þriðja handlegg fyrir tíkall. Ég var ekkert að, Þú ert bara búin að vera nokkuð ódýr í þessu. Ég er ekkert búin að vera það ódýr í þessu. Ég ætla ekkert að taka það á mig. Manstu hérna þegar ég spurði með, nei ég ætla ekki að segja, skilur ekki máli. Segðu það bara. Nei, þú hefur bara verið nokkuð ódýr í þessu. Það hins vegar komið að 3 nýjum spurningum og hér kemur fyrsta, er þið tilbúinir? Já. Ég spyr ykkur báða saman, mundið þið vera aftur 10 ára fyrir 2 milljarða sem að yrðu lagðir inn á okkur þegar yrðu 21 árs. Þannig að þið myndu bara fara núna aftur í tíman, orðni 10 ára, en samt þið. Hvað minnum við okkar heila? Og fæ ég cash þegar 21 árs? Já. Þetta auðvitað að já síðan satt á æfinni. En veitu, þú ert að miskilja svolítið spurninguna. Þú ert að missa þá af okkur, veist. Þú fer sko, þú 10 ára, en þú veist, þú myndir þekka okkur jafn vel. Ég er alltaf 33 ára, sko. Þú var að koma upp á okkur og reyna að sannfara okkur. Það regnast nýja vinnu og eitthvað, ekki? Já, bara lífið þitt þið bara annað. Þú þurftir að fara að hanga við 10 ára krökkum. Er ég bara 10, held ég áfram að þjála fólknins bortu sér 10 ára? Nei, það myndi ekki vilja mæta til. Hver er það komið í fjárþjóðlega svo 10 ára krökk? Það myndi ekki trúa að þetta væri Egill Gils og það myndi allir halda að þú er bara horfið. Það myndi allir hugsa bara, oi, hvert er æskan okkar farið? En fæ ég ekki að spóla tilbaka bara, orðin 10 ára? Nei, ég og Steindur með það bara við. Þú myndir koma inn í stúdíu og er ekki þáttur við bara, hvað krakka þín er þetta? Drullar í burtu? Út meina krakka. Þú ert 10 ára. Það er smá flækja þetta núna. Já. Það var mjög auðvelt svar á það. Sko, þetta er svolítið erfitt, því að þú missir náttúrulega öllu, líf þitt, líf þitt, þetta verður ekki líf þitt lengur. Það bara kemur nýtt líf og þú þarft að hanga með 10 ára krökkum. Já, ég meina, sko, hver er það foreldrar? Basically, ef þú ferð aftur og verður 10 ára,
þá er ég að fara að hanga svolítið einn. En ég er ekki að fara að vera með einhverju 10 ára krökkum. Nei, en þú gætir alltaf verið sko bráðþroska og verið að hanga með kannski úlingum. En er heilin bestur í öllum íþróttum kannski? Er heilin á mér 34 ára? Ég er bara orðin 10 ára, ég er bara... Þú getur loksins átt séns í Trivial Pursuit með viniðinum. Já, hörðu, ég myndi pakka öllum saman í skólanum. En þú veist, það væri undrabarn náttúrulega. Já, pínu. Maður myndi verið rúlla öllum prófum upp. Nei, ég hugsa, ef ég færi núna aftur, ef ég myndi taka samræðuprófum mitt í starffræði, ég er ekkert viss sem ég myndi ná því. Hörðu, maður ennþá eftir fyrsta fylliríð og allt saman. Þú ert ekkert að fara að taka þátta og taka einhverja erfiða jöfnur, sko. Nei, bara gleymdu því. En þetta er rosalega erfitt fyrir þið steindi. Ég held þetta sé erfiðara fyrir þig en okkur. Þetta er eiginlega bara ómögulegt fyrir mig. Veistu af hverju? Já. Hver nennir að hanga með 10 ára krakka sem er síreikjandi og drekkandi brenniðin? Sko, það er alltaf... Það er enginn að fara að hanga með þér í félagsmyndstöðu. Þú er eitthvað einn út að reykja 10 ára. Nei, en veistu hvað ég geti gert? Ég gæti orðið gothari og fara að hanga með svo eldri krökkum og á hlemmi og þeir eru alltaf með smellur og... En sko... 10 ára gothari? Já, ég geti verið 10 ára gothari. Það er ekkit, veistu það, er ekki Mér veist það ekki eins og 2 milljarðar 21, þú basically missir af öllu samt. Nei, þetta er bara nýjir og ferskir vinir og I'll take it. Þú ætlar að taka þetta? Já, ok. Veistu það, sko, þú hefur alltaf verið svolítið fljótur að snúa baki í félagana í myndir fyrir kæst. Ég menn bara nýjar vinir, þetta er flókið. Það er eitthvað rosalega gaman, það er ekki með 10 ára krakki að litlu stelpunan sem er að fæðast í júli. Hæ, ég er pappi. Þegar ég verð 21 árs. Já, einmitt. Sko, að vera orðin ábyrgur pappi, það skemmir fyrir mig núna og ég verð að segja nei. Annars hefði ég örugglega verið 10 ára góð þar meina smellu. Ég veit ekki, fyrir 2 milljarða. Líka, og sko, ef maður getur farið alveg aftur og bara lifað allt aftur, þá er þetta alltaf já. Ef allir vinnum hans í kringum hann og svona... Já, þá er þetta alltaf já. Þetta var góð spurning. Takk. Þessi fættist á pallinum. En Egill sagði já. Egill sagði já. Næst það myndið skipta kyn fyrir 50 milljarða. Því að sko nú er að ég nenni ekki að fá eitthvað tölvupost ok, er þetta það rosalegt að bara það var að borga svona, nei, sumir fæðast bara í vitlausu líkama, þið fættust í ykkar líkama, þið eru kallmenn, þið viljið vera kallmenn. I'll take it. Svo er líka allt í lagi að vera bara á lágu plani. Þetta er bara að kaupa dekkundu bílun, það er bara, það er já við öllu. Já, ég ætla nú bara sammálaagli, I take it. Þið myndið skipta kyn fyrir 50 milljarða. Auðvitað. Já, veit þar ég, sko... Þau eru ekki fregnast fleiri börn þá. Sagður 50 milljónir eða milljarða? Hvað kjælst þið þess að? Milljónir. Hvað sagður þau? Viltu þú ekki bara gera þetta fyrir 5 skall? Og þú bara, varst ekki að tala að vera ekki vera ódýr. Ég sagði 50 milljarða. Já. Þú veist að fara að fá sko leggöng og brjóst og hérna, þú verður kona sko. Já, ég get keypt mér eitt einbýlishús í staðinn. Já, basically. Hvað ætlar að kaupa? Ford Fiesta og íbúð í Grafarholtinu? Herðu, anskotin, ég skeitt svolítið á með hana. En 50 milljarðar þið segir báðir já þá. Fyrst að Steindi sagði já við 50 milljarðar. Konur lifa lengur og þú veist, þetta er allt, það vinnur allt með þeim. En það er svona margt. I'll take it. Er það? Já, ok. Ég get alveg verið bodybuilder þú sé kona, sko. Já. Myndið þú sofa hjá Agli? Ekki fyrir mitt litla líf. Ef ég verið með jullur og alla pakkana? Já, bara pass. Nei, það myndi ekki vita. Það er bara, heyrðu, ég var að skipta líka maður. Horfðu á hann? Ég er með sítljóst hár, jullur. Það er endar eitt. Fengi ég sítljóst hár að ég myndi skipta kyn? 100%. I'll take it. Þú? 50 milljarðar, ég er on. Ég glemdi því, maður. Við erum allir konur með. Flaksa bara á. Herðu, ok, byrju, hvernig er það staðan? Jú, þú myndir hlaupa í vindinum, maður. Ok, þið eru sérst orðnar konur. Finnst ykkur ekki möst að ég fari þá líka yfir? Verður við ekki verið 3 konur? Já, en við erum báðið, þú sagðir já við 50 miljónir. Ég vengar á að gera þér. Þú ætla að bring it up. En við erum báðir orðnar konur, Steindi. Já. Og þú ættir að fara að stefna mót mannari. Hvora myndir þú velja? Auði eða Egilsínu? Gilsínu. Það er bara svo lappað ykkur nýja appelsínu. Já, sko... Hvort var það Gilsína eða Auður? Ég held eftir að þið væri ekkert það sætar, sko. Þið væri eiginlega ljótar konur. Ég myndi henda bara pening upp það. Ég hef hend mér í drag og ég er mjög myndaleg kona, sko. Henda pening. Ok, þá er það síðasta spurning dagsins, strákar. Myndið þið vera dýr í 1 mánuð ef þið fengið 1.000.000 fyrir það? Og þið mættu velja dýrið. 1.000.000? Já. Dýr í 1 mánuð? Já. Og hvaða dýr myndið þið vilja vera? Við fengjum svo bara aftur að hoppa í okkar eigin líka. Þetta er auðvelt. Það er alltaf auðvelt þetta. Þetta er já. Það er já við öllu. Þú sagði já við öllu í dag, já. Ég sagði ekki já við þessu fyrsta þarna. Hvaða dýr myndið þið vera í mánuð þá? Ég myndi vilja vera örugglega bara hvolpur. Hvolpur? Láta klappa mig bara allan daginn og
Hvað, konaðin ekkert að strjúka þér? Ég skal klappa þér. Hvað myndir þið vilja vera? Hvað ert eitthvað einmann? Hvað, ég myndi taka eitthvað sem getur flóið? Já, hafur. Flóið, já, þetta fínt punktur. Eða háhyrningur. Bara synd allan daginn. Eða ljón, hversu hart er það maður? Ég var til að vera hákall, eða... Þú sagði hvolpustendi. Já, ég ætla að breyta yfir í hákall, eða ég ætla að breyta yfir í að ég væri til að vera hérna... En myndur þú vera kvenkins hvolpur fyrir 50? Nei, af hverju fyrir 50? Varanlega, alltaf. Ef ég fengi 50 milljónir, þá geti ég aldrei orðið aftur human. Ég myndi vera hvolpur, ég er bara lítil tík, þú veist. Já, en kona sýrina getur keypt sér flott íbúð. Já. Ég myndi vera fíll. Fíll og þú myndi vera hvolpur? Nei, ég sagði hvolpur. Ég ætlaði að vera, ég myndi vera hákallega hitabeltistýr, svona armadillo. Ok, það er glampandi sól, Egill. Það eru nokkri búin að setja þetta á Twitter að þeir séu í sólbaði að hlusta. Hvernig myndi þér líða núna í sólbaði með eitt kaldan að hlusta á FM 95 blöð og þetta myndi þetta inn? Oh my god! En herðu þetta góð skipting hjá Bóni. Ég er með spurningar á þér. Eina netta bara. Myndur þú vera með brett upp á forhúðunar í 4 ár fyrir 6 milljónir? Vaktinn á heimleiðinni með þér alla virka daga á FM 957. Nú er hvítasunnuhelgin framundan og FM 957 ætlar að sjá til þess að þið vantir nákvæmlega ekkert í ferðalagið. Við ætlum að gefa útilegupakka sem inniheldur kælibox frá Rúmfattalaginum, svakalegan sumarpakka frá Hawaiian Tropic, Nóa Kropp frá Nóa Sirius, Egils Appelsín, Doritos Jacked, Marland Keks og síðan sér Durex kútana. Ef þú ætlar að stinga þér í djúpulaugina. Útilegupakkin á FM 957. Fylgstu vel með í vikunni. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. 8. til 10. bekkur takið eftir. Basic House Effect kynir í samstarfi við Doritos og Subway. Sumargleðin 2014, 12. júní næstkomandi. Miðasala í fullum gangi á Subway-stöðum höfuðborgarsvæðisins og völdum Subway-stöðum á landsbyggðinni. Miðaverð einungis 3.500 krónur. Alla nánar upplýsingar á sumargleði.is. Helgin á Park. Föstudagur og laugardagur. Yngvi Eysteins spilar topp tónlist fram eftir nóttu. Hvítasunnudagur. MC Gauti og Úlfur koma fram ásamt hljómsveit. Yngvi Eysteins spilar svo topp tónlist fram á rauða nótt. Frítt inn. Ískaldur túborg á 500 kall alla helgina. Láttu sjá þig. Park, Hverfisgötu. Bíll 12. Grafavogur. Þú að bíða eftir þér. 5 stóra bíla. Eftirparti í Garðabæ. 12% skilríkja gleymast í leigubíl. Samkvæmt gestum vínbúðarinnar sem ekki fengu afgreiðslu á síðasta ári. Útlendingur, þú vilt bara þig. Komdu með skilríki. Ekki afsakanir. Það veist eitthvað við þetta? Vínbúðin. Langar því í ískaldan og sumarlegan súkkulaðishake? Við eigum hann í 2 stærðum. American Style. Túborg kynnir í kvöld á Bar 11. Reykjavíkudætur. Túborg og Bar 11 verði ykkur á góðu. Hvort finnst þér gáfulegra að ljúka stúdentsprófi 18 ára eða 20 ára? Menntaskólinn Hraðbraut. 2 árum á undan. Tokyo Sushi á Nýbýlavegi. 50% afsláttur. Já, 50% afsláttur. Tokyo Sushi og Stix á Nýbýlavegi. Liverpool eða Man U. SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Ef þú vilt fá þér samlokur frá því í gær, komdu þá í gær. Við hins vegar bjóðum tilbúnar dagnýjar samlokur á stöðinni á hverjum degi. Stöðin. Indversk krydd í tilveruna. India Soul, Suðurlandsbraut 4. Hefur þú séð Monster DNA Tuxedo? Heimilistæki HT.is. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Láttu okkur sjá partíið þitt frá A til Ö. Hendrix við Gullinbrú, bestur í partíið. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð.
á FM 957. Það er hár rétt hjá þessu snilling, þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag og við erum konni með góðan gestinga í stúdíóið. Þetta er það sem að, kallast góðvinnu þáttarins, hefur komið nokkur sem áður, enda toppmaður íþróttumaður ársins, ekki núna heldur í fyrra, en hins vegar MVP, meistaradeildarinn í handbolta, Aron Pálmarsson, verður velkominn. Takk fyrir. Velkominn. Hvað segir kjúllinn þá? Mjög ferskur, bara ágætis innkoma hérna, svona hjá þér. Nei, ekki? Býtu, má kallan kjúlla eftir þetta? Við ætlum að breyta, hvað segir MVP? Mér slá aðeins betur á það. Okay. Ég er mjög ferskur. En nú vil ég ekki vera leiðalur, ég vil hafa þér hressan í viðtalinu. En það hefði verið skemmtilegra að vera valinn MVP og vinna meistaradeildina, eða ekki? Eða bara vinna meistaradeildina. Já, eða bara vinna meistaradeildina, nákvæmlega. Varstu svektur? Gríðarlega. Ég er svona fyrst núna kannski aðeins að ná mér, sko. Það tók þetta frekar inn á mig. Þið byrjið leikinn hrikalega vel og að vinna þetta með einhverjum 6 mörkum og fyrir allt í eitthvað rugg bara. Það var líka bara Kiel Flensburg og við áttum bara að vinna. Já, hvað þú hefur unnið meistaradeildina áður í handbolta, ekki? Jú, 2 svar. Já, 2 svar, ok, þetta er orðið 3. Pældi og það getur unnið 3. skipti. Ég veit það. Viltu ekki bara stráspá salt í sári? Pælum aðeins í því. Pældi og getur með 3 Champions League medaljur. Já, 2 Það er bara klínt 4-5 viðbúti vinkil, klárt. Já, þetta var létt alltaf hjá þér. Sorry. Nú, þægilegt eitthvað. Akkur ert þú ekki handbolta? Það er ekki flókin íþrótt, sko. Bara margótt búin að fara. MVP og drulla samtíðið mig. Já, nákvæmlega. En meittur hvað landsliðið að spila, er það ekki annað kvöld? Við erum að spila morgun í Bosni. Já, sínt beint á Stöð 2 Sport, veit ég. Og, en hvað er það, öklinn eða hnið eða hvað er að stýra þér? Það er bara eiginlega allt. Allir líka minni. Já, það er aðalega hnið náttúrulega. Fór í aðgerð á hnénu síðast sumar og ég er bara ekki búin að ná mér eða það, ég er ekki búin að fá tíma. Já, ok. En verður með í seinaleiknum á Íslandi? Það fær ekki að fara í hann. Ég tók fyrir þetta. Ég ætla að hringja persónulega í þjálfaran, hann fær frí. Já, ykkur svona, vera að leika sér í ykkur svona leikjum, það er bara hættulegt. Er þetta ekki leikir að komast á HM í handbolta? Já, við erum ekkert að spila við Grænlandi í ykkur flippi, sko. Engar ágjörð af þessu. Þeir hljóta að græja þetta. Hann skoður að hafa það, hann er á annar löppinni. Hann verður bodybuilder með okkur félónum í sporthúsinu næstu 3 vikurnar og styrkjum þessa lappir þess. Já, reyndar, það þarf að vera styrkja. Það er bara þannig. En svo er líka, áður við ætlum nú að henda þér hérna í allavega 2 þrautir, Aron, en svona áður við förum í það, þá svo ertu að skipta lið líka. Já. Hvað, ertu á leiðinni til Ungverjalands? Já. En hvað, átt samt ára eftir hjá Kiel? Þetta er svo steikt í handbolta, þú mátt semja bara, 3 árum fyrir tíman og allt svona kjaftaði, sko. Þannig að ég er búinn að semja við þá. Og ég er með samning við Kiel til 2015. En þeir ætla að kaupa mig í sumar eða tala um það og það er bara ef að nást samningar hérna milli Kiel og Vestberg og þá fer ég í sumar. En hvernig virkar þetta eins og í handboltanum? Ef þú myndir ekki semja við, ef þið ná ekki samningum, myndir þá bara Kiel frista það á bekknum eða myndir þið nota þig eða hvernig eru þeir fúlir? Það er að frista MVP eða? Já, ég spyr, ég veit ekki neitt, eru þeir fúlir út í þig eða? Nei, ég talaði við Alfreð áður en ég gerði þetta og hann bara tók þessu mjög fagmannlega, hann náttúrulega ekkert, þetta er ekkert fyrsta árið hans í þessu og hérna... Hann skildi alveg? Já, hann skildi mig alveg, ég sagði bara mínar ástæður og hérna, og svona er þessi business og ég bara, sáttum með þessu ákvörðun og ef ég verið 1 ári viðbót þá virði ég minn samning og það er ekki eins og ég sé, ekki svo verið að pína mig að spila fyrir besta liði heimi, sko. Nei, nákvæmlega. Og af hverju langar að fara? Það er bara, ég er búinn að vera hérna í 5 ár. Já, bara pröfa eitthvað nýtt. Já, pröfa eitthvað nýtt og bara, það heillaði mig mikið. Þeir ætlaði sér að verða bara besta liði í heimi næstu 3 árum. Það var aldrei unni meistaröldina en verið stundum nokkur oft nálægt í. Já, nýja liði. Já, þannig að ég, mér líst vel á það og fara til Ungverjalands, það er líka eitthvað sexy við það. Það er ekkert allir sem að hanga 30 ára á sama staðnum eins og þú í Mosó, Steindi, hann vil bara breyta hans til. Já, ég skila bara mjög vel. Ég væri alltaf flakkandi á milli, alltaf. Nei, þú ert svo vanafastur, þú myndir alltaf verið í sama liðinu. En við erum búin að vera hérna, ég heyrði nú þér í hádeginu, Aron, og baði að fara svona aðeins yfir listað sem að þið fannst pínu skrítið, en þú hefur nú heyrt það í þættinu. Við erum búin að gera svona topp 4 lista hjá okkur, yfir karlmenn sem að ef við yrðum að flippa eina nótt með, segjum bara, til þess að bjarga mannkinnunu eða eitthvað, hvaða 4 karlmenn myndir þú velja? Við erum ekki að tala um íslenska. Egill, hvað kallar hann flip? Bara, búin að renna nokkur niður og kannski niður bæ, ykkur góða flippi. Ekki spyrja Egill.
og bara sér rekst á heita gæja og hann bara... Nei, þetta ekki þannig, þetta til að bjarga heimum. Rosalega finnst þér þægilegt að tala þetta. Egil alltaf bara búin að renna niður til Sommelsby bara niður í bæ. Ég og Eddi vorum að ströggla við að taka topp 4. Egil kom með topp 20. Já, var með 20 á lista og átti erfitt með að þrengja meirin í topp 12. Alveg hrikalegt. Reynda var listina stengda rosalegur. eins og Egil hittir naglan á höfuð. Var hann eitthvað verið en ykkar? Já, ég meina, þú varst alltaf með Nicolas Cage, Wesley Snipes, The Rock. Já, eins og Egil sagði, Steindi Junior vill einn harðan að gamla skóla. Ég nenni ekki að standa, sko, herðu, ég miskildi þetta bara. Þú miskildir ekki, þú varst bara plataður í þetta. Já, þið voru að tala sko, svo fóru þið allir í ykkur og svona fíngerða gæja, sko, sem minna kannski á hvernmenn. Hvað mennur þau? Ég veit að, ég nenni ekki að tala þetta. Varst þú að horfa á þetta bara á hörkunni? Nei, ég var ekkert að horfa á þetta á hörkunni, en svona, Nei, þú vilt að man's man? Alls ekki. Mér fannst óþægilegt að gera á lista. Ég bara... Já, það er bara misjátt smekkur annars, skilur. Þú er bara með svona smekk á kallmönnum. Ég er með öðruvísi smekk á kallmönnum. En fannst MVP Aron Pálmarsson, fannst þér erfitt að gera svona lista? Flip-lista? Nei, mér fannst alltaf leið. Já, fíla. Já, ég hef ekkert... Hann er örugum í sála. Það er engin homofóbía þarna? Nei, alls ekki. Engin homofóbía hjá mér og ekki það að ég væri til í að eiga nótt með þessum gæjum, en hérna... Jú, ef ég þyrfti að bjarga heiminum eftir 2 ískalda eftir svona kannski á þriðja Ingo Viðunguð var að byrja á austur og þú sérð á lappin. Nei, ok, hvað ertu með? Þú fær 3 slott. Byrja á 4. sætunu og vinnurðu. Já, hver er 4.? 4. Ég fór að leik með þessum gæja. Ok, hefur hitt hann, fílaða? Nei, ok. Þú varst að spila mótunum með? Nei, ég... Varst ekki að káa á honum? Leif mér að tala, þá áttur að ég er ekki búin að spila mótunum. Þetta er Tom Brady. Wow, vel gert. Ég fór að leik með hann í London og síðast með Gauja Val og hann er svo tignalegur og flottur á velli, sko. Hann er líka með flottustu koni heimi, Giselle Bundchen, sko. Tom Brady. Þú veist ekki hvað Tom Brady er, Steindi? Ég sé það bara á svipnum. Hann er að googla í hausnum og í tölvunni. Tom Brady. Ég veit alveg hver það er. Hann er líka bara svona vinner og hann er bara með þetta. Hann er líka bara einhvern veginn svona all-American, eitthvað quarterback, eitthvað og... Ok, vel valið, ánægði með þetta val. Hver er næstur? Flott valið. 3. seti, Paolo Maldini. Þetta er enda mjög vel valið. Það er fallegur náðungi, sko. Jöfnvöldlega, herru, þú ert greinlega búin að vera stúdera þetta sinni í hátinn. Ég er færtur með þykkt svart hár. Hafið þessi augun á. Herru, ég get, af því að þú hefur farið á leik, ég get hentið smá name-drop hérna. Við vorum einu sinni í Vegas. Name-droppaði. Já, og var með leikmanni sem hefur spilað með Name-droppaði sem mikið þú getur. Herðu, nema það og Paolo Maldini liggur í sólbaði fyrir utan Bellagio og er bara með eitthvað, er að hlusta á iPodin sinn og er með töskuna. Já, bara þykkt hár, dögt, sítt þykkt hár. Sérðu bara hárið á hann minna. Já, mjög þykkt. Og ég er að rölda með Eið og Eiður fyrir eitthvað að spjalla við hann. Er eitthvað svona, og ég var bara svona að hlusta og að reyna að taka þetta upp í hugunum til að eiga þetta. Ég var með gæsa og horfa á þetta, sko. Svo löpum við burtu, þá koma 2 píur sem voru í sundi, labba upp á okkur og spyrja okkur bara, that guy, við svo ekkert hver Eiður var, that guy you were talking to, he's famous, right? Og við bara, yeah. Why is he famous? He's a footballer. Oh, he plays soccer? Yeah. Okay, nice. Það er bara vissu að hann væri frægur af því að þarna lá einhver mesti spaði sem sérst hefur á bakkan. Það stendur bara utan á. Já, þannig að vel valið. Paolo Maldini. Djöfull er sér. Aron, þið þykir mjög þægild að tala um þetta. Mjög. Þú og Egil, þið getur verið bara gott á tíma. Nei, málega. Ég er ekki... Þú veist, ég er ekki að hugsa þetta endilega þannig að eins og Egil segir bara, þú vilt bara fá inn í því, sko. Ég er ekki þannig, sko. Hann er bara að segja myndalegið menn. Já, bara þetta er svona man crush, sko. Prófa að hugsa þetta hins segir núna þegar þú tekur annarsæti. Ég tek næsta. En þú átt 2 menn eftir. Þú ert komið 2, Paolo Maldini og Tom Brady. Báðið með þykkt, sítt hár. Hvað er verið til að heyra Wesley Snipes? Er einhverjir þarna sem eru, sköldóttir eða með að styttra hár? Hver er öðru sætið það? Ok, reynda, fyrsta sæti, það er geðvikt fyrir því. En annarsæti er uppbóðsleikar með Leo DiCaprio. Vel gert. Egil er ekki lengur. Auðvitað átti ég náttúrulega að vera með hann á mínu listu. Já, DiCaprio er á mínu listu. Hann niðurlagði The Kardashian Family daginn, ég er ekki lengur á þetta. Hann hækkaði álið í að mér þar. Já, hann hækkaði álið á mér líka. En hver er það í fyrsta? Fyrsta sæti var gert fyrir þig, veitir. Jason Statham? Nei, það var ekki. Bruce Willis? Nei, bítu. Þetta finnst mér mest sexy gæja í heimi. Jared Leto. Jared, hann er samt með þykkt hár. Hann er náttúrulega með svo rosalega stutt og þunnt hár. Hann er með þykkasta hár og síðan... Hvað er með þig og sítt hár, maður? Hann er með hárni á rass. Hvað viltu ekki bara byrja með hest? Sáðu hann á Óskarni með mömmu sinni. Hann er myndalur, ég gef hann það.
Matthew McConaughey og hann tveir saman á rölti hvítum jökkum á Óskarsverðlaunum. Sáuðu Bill Murray á Óskarnum? Já, hann dáinn? Hann leit út eins og hann hefði dáinn 94 sko. Hann leit rosalega Mér sann sko Jared Leto meira sem sexy í Dallas Buyers Club sko. Já, veist það, ég geði þér, þetta er góður listi. Við erum að tala Tom Brady, Paolo Maldini, Jared Leto og Leonardo DiCaprio. Þessi listi fer beintir á Twitter og við ætlum að minna, við viljum ennþá hafa hashtaggi lifandi, viljum við ekki fá aðeins Top 4 Fáum Þú hér voru að eitt henda lag. þess inn á Twitter right now, Aron, listanum. Svo það Egill með spurt og svarað og hann vildi meina að gestu þáttarins væri eitthvað tengdur inni. Já, það er bara hann. En talandi sexy kallmenn, hér sexy kona og virkilega sexy lag sem heitir Partition. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is Þvottavélar eyðileggja 14% skilríkja samkvæmt gestum vínbúðarinnar sem ekki fengu afgreiðslu á síðasta ári. Komdu með skilríki, ekki afsakanir. Vínbúðin. Túborg og Pepsi Max kynna í samstarfi við N1, Þjóðhátíð í Eyjum, Framkoma, Kvarasi, Baggalútur, Skálmöld, Sálin, Fjallabræður ásamt Sverri Bergmann, Helga Björns og Jónasi Sigurðssoni tryggðu bestu ferðar í Herjólf. Forsálagi fullum gangin og dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum, þar sem hjartað slær. Tokyo Sushi á nýjum stað á Nýbýlavegi. 50% afsláttur af sushi og spjótum. Já, 50%. Tokyo Sushi og Sticks á Nýbýlavegi. Gaga eða Britney? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Viltu upplifa eða jafnvel taka þátt í heimsmeti í burnout? Komdu á Shell bíladaga á Akureyri dagana 13. til 17. júní. Shell. Stóri dagurinn hjá Happdrætti Háskólans nálgast. Þá greiðum við út 80 milljónir í skattfrjálsa vinninga. Já, þetta gerum við nú bara stað í hverju mánuði. Tryggðu þér miða á hhi.is. Dregið 11. júní. Happdrætti Háskóla Íslands, vænlegast til vinnings. Finnst þér ekki gáfulegra að taka stúdentinn á 2 árum í stað 4? Menntaskólinn Hraðbraut, 2 árum á undan. Q-breiðhjólin fást í TRI verslun, Suðurlandsbraut 32. Cube your life. Nú færðu fulla þjónustu á næstu Shell-stöð en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Pítsur, pasta, kjöt, fiskur, já þú veist svona ítalst. Madonna, Rauður á stíg 27. Maradona eða Pele? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Vertu ilmandi í sumar með Hawaiian Tropic. Tax-free helgi í öllum verslunum Fjarðar. Fjörður í miðbæ Hafnarfjarðar. HM í Brasilíu í beinni á Sport 2. 18 leikir í leiftrandi háskerpu. Allir leikirnir með Aroni Jóhannssoni, fyrsta Íslendingnum til að fara á HM. Aron að skora! Þessi gæi að fara á HM! England, Ítalía og fleiri stórleikir og HM-messan með Gumma Ben fyrir hvert leik. Sérfræðingarnir munu fara á kostum. Ekki missa af þessari fótboltaveislu. HM í Brasilíu hefst 13. júní. Fáðu þér áskrift á 365.is. Sport 2. HM stöðin. Auðun Blöndal, Steindi Junior og Egill Gils Einarsson.
Á vaktinni alla föstudaga. Það hárrétt, elsku vinnur, þeir að hlusta á FM 95 blöð. Það Steindi June, Egill Einarsson og Auðun Blöndal með ykkur á þessum, sólaríka föstudegi. Við verðum að hamra því. Þetta æðislegt. Það nú ekki oft sem við fáum þetta viður. Þetta verður ekki betra og við erum með besta handboltamann heims í stúdíónu. Já, akkurat. Þetta svona góðvinnu þáttarins. Þetta ekki fyrsta skipti sem hann kemur hingað. Vonandi ekki síðasta. Það nú ástæði fyrir hann hérna líka. Já. Af því að það komið að spurt og svarað. Já, það einmitt ástæðan fyrir fengumann. Eins og Egill var búinn að taka fram að, það einhver spurning til hans. Það kvissaðist út. Hann væri að fara að mæta hérna. Það fréttist alltaf strax. Hvernig getur það verið? Fréttist það bara strax og fólk fer strax að senda þig? Hvernig fréttist það? Auði hringdi mig klukkan 2 og spurði hvort ég geti droppað við. Og við vorum að tala. 2 daga? Já, þetta var einhvern veginn bara að kvissast út. Ég fekk þetta vikunni. Bestu vikunni? Þetta segir bara einnig að hvað hlustundur okkar eru með harri greindaugtölu aðri hlustundur. Þeir vissi þetta bara. Fólk lagði 2 og saman og varst að klára MVP, varst að sæna hjá nýju liði. MVP? Most valuable baller? Ég sagði P. Sagði P. Og hann var að sæna á nýju liði, Ching, meira Cassadetin og fólk lagði 2 og 2 saman, hann mættur og vikk spurning, þetta er lókið það. Push the button. En það alltaf komið að spurt og svara. Push the button. Push the button? Nei, ég bjóti trailer. Það allir búin að heyra trailer. Ég bjóti trailer. Þarf alltaf að vera trailer fyrir þetta? Þarf alltaf að vera trailer. Ég bjóði trailer til fyrir þig. Ok, ég nenni ekki að rífast. Ég nenni ekki að rífast. Bara settu bara play. Spila bara helmingin ón. Nei, spila allan. Sorry hlustendur, þetta tekur 30 sekundur. Ekki segja sorry hlustendur. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég 30 og sköllóttur, muni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Það er alltaf sem að sé komin á eitthvað reif bara í Belgíu þegar maður hlustar á það trailer. Þetta er alveg ríkala. Ótrúlega vondur eitthvað maður. En það komið að spurt og svarað og Egill, þetta er þinn liður, hann veit ekki bara sjá þetta. Það ekki bara keyri í þetta. Sko, ég er með eina spurningu þetta. Mann læri með 2. Já, ok. Það er bara ein. Er það bara á Já, þetta því að hann sé lengri kantunum hjá þessu meistara. Þannig að til að hafa ekki dóla langt og er bara með eina svona sem er svona löng. Ertu loksins að fá leið og hrósa sjálfur? Þú vil er ánægð með það. Gestur sendi spurningu inn. Ok, gestur. Og hann segir, sæll höfðingi, ég vil byrja á því að fá hrósaðar aðeins, ef það er í lagi. Það hlýtur nú að vera í lagi. Segir hann. Jújú, höldum bara hún með lesa. Veitu hvað heitir þessi ykkur? Gestur? Já. Ok, það sleppur. Það er ekki eins og meira en nei. Nei, þetta er bara nokkuð algengt. Og gestur segir hérna, hann vilji fá að hrósa mér aðeins. Jú, þetta er brefið hans, þannig að ég held bara hún með lesa. Mér finnst alveg ótrúlegt hvernig það er að höndla alla þær breytingar sem koma í lífunni höfður. Hvað er þetta alltaf menn á tjön? Hvaða breyting? Þú ert búin að vera í sömu íbúðinni sinni kynntist þér í sama starfinu og sama bílnunastíði. Hvaða breytingar? Þegar hann hendur sig yfir íslensku núna. Það er eina breyting. Já, þetta er ekki man of change. Reynda ég fíla, gestur virðist vera Íslendingur. Ég held áfram. Ég ber mikla virðingu fyrir því vegna þess að ég er ekki getur þessum eiginleikum. Gott dæmi það. Daginn var ég færður í annan bekk. Mér leið mjög vel í bekknum sem ég var í og hafði engan áhuga á þessari breytingu. Hvað er þetta gammalt náungi? Ég hef ekki komið það langt. Hann er gæðin í einhverju bekk, hann er gæðin í skóla og hann er færður bekk og hann segir hérna og ég er búin að hálf þunglindur yfir þessu öllu saman. Síðan fór ég að hugsa, hvað hefði G-höfðingin gert? Þegar G-höfðingin handles every change life throws at him. Hann hefði bara farið í hinn bekkin og pakkað þeim bekk saman eins og öllum öðrum bekkim, skældi brósandi. Ég þarf bara að taka þitt í fyrirmyndar. Herðu, allar nennur að koma að þessu? Nei, síðan segir hann, mér langar líka að geta höndlað every change. Every goddamn change. Akkurat. Og síðan segir hann, en mín spurning er ekki til the man who inspires others to become better. Heldur er hún til Aaron Palmerson, segir hann. Og ég vona að það sé í lagi. Hann segir Aaron, E-R-O-N, Palmerson, P-E-L-M-A. R-S-O-N. Þá veitum við okkur að maður að skipta Þetta er eitthvað mest í meistari sem hefur sendt með spurningu held ég. Það verður að setja eitthvað aftur á eða ekki? Já, hann gestur. Hann er mikill meistari. Og nú er þetta komið að spurningunni til þín, Aron. Ég von innilega að geta aðstofan að dreng. Því að við erum að fá þig, þú með ákveðna þekkingu á ákveðna hlutum. Þú getur jafnvel bjarga mannslífi. Ok.
Sæll Aron. Mikill heiður að fá að senda þessa spurningu á þig, en ég mikill aðdáandi. Ég í afturheldingu í handbolta og... Hver hlæðir Stundi? Ok, þannig afturheldingu í handbolta. Á hverju byrja hann að hlæja alltaf? Slóma þetta lægin? Nei, ég grunna bara hvert þetta að fara. Nei, og ég talir mjög efnilegur. Ég las einmitt daginn að ef Gilsi hefði ekki tekið því í gegn á sínum tíma, þá væri þú að spila með afturheldingu í dag, en ekki Kíl. Má ég guppa á tölvuna þetta? Vá, hvað þetta ekki. Þannig ég vona að þú þakki reglulega stóra G-höfðingjanum fyrir það. Þú mátt til dæmis nota tækifærið akkurat núna og þakkunni fyrir það ef þú vilt. Viltu eitthvað vera því, Aron? Er þetta ekki bara halda bara áfram? Ég bara ekki halda áfram að lesa það. Ekki allir feskir bara? Allir að klára þetta? Bara áfram með þetta. Okay. Þetta alveg skelfilegt. En það sem ég miklar áhyggjur Hver spurningin? Hún komin með það? Var það hvað hún líður illa í bekknum sínum? Var það spurningin? Já, hann er búin að færa sig bekk og hann ekki eins og íll og þólir ekki breytingar. En veitu, hvað var það? Var hann bara að segja þér það? En það er ekki spurningin? Nei. Hver er spurningin? Af því að Egill hefði rústað nýja bekknum. Já, þú meinar. Hann er í handbolti afturheldingu, heitir gestur. Hvað vill hann spyrja Aron? Það segir, það sem ég mikla áhyggjur af, hvað gerist eftir ég verð atvinnumaður? Ég mun verða atvinnumaður, alveg eins og þú, það er 100%. Ég fættu 96 og ég er einfallega efnilegasti handboltamaður landsins, það er bara svoleiðis. Þegar ég er komin erlendis, aleinn, hvernig fæ ég íslenskar gellur? Ég nenni ekki að vera aleinn úti og aldrei með neina gellur. Núna hefur þú náð að vera með geggjamörgum gellum og ég veit að þú varst mikið að nota póktakkan á Facebook. Ég er ekki eins og á Facebook. Er það eitthvað sem þú... Póka fullar? Geggja mikið af gellum. Já, og póka. Ertu þetta? Nei, sko. Maður klára hjá meistara gest hérna. Er það eitthvað sem þú mæli með fyrir mig þegar ég er á atvinnumaður? Eða er til einhver fárlega góð taktík sem ég veit ekki Mér langar nefnilega að geggja mikið að vera góður í handbolta og fá geggja mikið af gellum. Kveðja, gestur. Þetta er sérst spurningin sem... Sko, við erum búin að vera með hennar lið allt og oft. Ég held að ná að topparugliðir, því að þetta er versta spurt og svara sem ég heilt. Er hann ekki 18 ára gamall þessi? Hvernig er hann fættist það? Jú, eiginlega er að vera 40. Er enginn að fatta það eða? Hann er 18 ára gamall og er að tala að hann vilji vera með geggja mikið af gellum. Já, og póka á Facebook. Kjaftaði er þetta maður? Svo að vera að færa hann back, ég held að er hann komin í special. Var verið að færa hann, hvað er hann bara í menntaskóla og var bara skipt back? Nei, hörru, hann er efnilegur, hann er í afturheldingu og hann er áhyggjur af þessu. Engin gestur í Mosó. Aron, þú vil fá tips hérna frá þér með þetta. Hvernig saminnar maður þetta? Að vera erlendis, þú veist, og fá gellur og eitthvað. Þú mátt sjá þetta bara. Takk fyrir það, Venur. Svo snild. Ég vil vera að dæla á hann bara miklum erfiðleikum. Hvernig á hann að svara þessu? Þetta er alveg rétt hjá hann samt, sko, með hérna, sem hann talaði þú veist, með þig, og ég náttúrulega væri í afturhaldningu ef ég hefði ekki kynst þér hann þessum tíma. Já, ég veit að það allir. En það sem að fólk veit ekki kannski, er að þú varst líka minn life coach, sko. Það er hárrétt hjá þér. Þannig að þessi spurning er á mig, en ef ég veit það ekki alveg, þannig að ég myndi alltaf leita til þín. Ég er enda kúplaði í þessu líka, ég veit ekki henni það. Og hvað myndi þið félag að þið gera í þessu? Sko, er þið með sameiginlegt svar við þessu drágar? Nei, eins og ég segi, ég myndi vantilega hendur sig vera þig, en þú veist... Hvað með einhver að takk fyrir gest, þú veist? Spurningunni. Hann var að tala hann er erlendis, atvinnumæður í handbolta og vill fá íslenskar gellur. Án þess að póka á Facebook. Þetta er svo vont. Hvernig fer hann að því? Hvað er eitthvað game winning tip maður? Gestur að býða en setur núna og hlustu útarpið og hann er kolvillis. Er hann að kalla maður? Vera bara, nákvæmlega, Áttu að bjóða þeim út eða? Nei. Ok, ég myndi gera. Ég myndi fara, eins og núna, það er föstudagur. Út atvinnumaður? Já. Það er bongo blíða. Ég myndi klæða mig eitthvað flott föt, fara í eitthvað svona skyrtu, hafa hann aðeins netta frá kannski, verið hvítum ból undir. Eitthvað bling eða? Verið eitthvað kakkibuxum, fara inn á næsta skemmtistað, lappa upp á DJ-num, byggjum þetta, rölda á dansgólfið og byrja að dansa. Það er bara svoleiðis. Þetta er reynda game winning planið, sko. Það er bara gestur. Myndur þú svo fara heim og póka? Only girl in the world. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior. Aron Pálmarsson er ennþá hjá okkur, en við ætlum að fara hins vegar í allt annað dæmi núna. Hvað erum við að fara að tala? Já, besti vinnur okkar allra, Sverrir Bergmann Magnússon. Svesthard. Já, besti söngvari landsins. Hann var í viðtala á dögunum við blaðið Man. Já.
og sem væri ekki frásögu færandi nema að það risastór mynd á honum þar sem hann að halla verið með þetta framan okkur, hann að halla sér upp að vegg og fyrirsögnin langar að eignast barn. Já. Þannig að hann rosalega lonely hérna, einn maður. Aron, sérðu þetta? Já, þetta er fyrirsögnin og þetta er viðtalið. Og verðum við ekki bara þess að heyri í honum? Hann er mjög gaman að ræða þetta. Ég vissi ekki að hann væri svona rosalega til að eignast barn. Hann stjórnar alltaf ekki fyrirsögninni. Nei, ég held þetta sé, við skulum syngja hann. Hann er með hendur í vösum og hallar sér bara vegg, hann er með allt niður þessu. Það er bara að hafa að heyra það. En samt að þetta gaman að langa eignast barn. Já, hann er einn á myndinni, sko. Sverrir, ertu búinn að eignast barn? Nei. Þú ert í beinn útsendingu hérna? Hvernig dattir í huga að hafa fyrirsögna svona, maður? Hvernig dattir mér í huga að hafa fyrirsögna svona? Ertu eitthvað geðið ykkur, eða? Einnu fyrir veggina þarna, Ákast þú að halla þér fyrir veggina að baða ljósmyndarinn um það? Herði, þetta er alltaf... Þetta er bara eitthvað farvarstíðinlega dís, sko. Hvað? Nei, ég meina að ég var sýkja á þjóðatíð og ég beði að svara einhverjum bucket list og svo stendi allt hérna bara einn einhvern steinvegg og fyrirsögnin langar eitthvað stað. Hvað að gera? En sagði þetta sem sagt ekki í viðtalinu? Þetta var ekki svona viðtal. Þetta var bara listi sem ég svaraði. Nú, já, bara svona bucket, hvað þú vilt gera áður og deyr? Já. Já, og eitt af því var að eignast barn. Eru þau hingið við til að spurja mig að því ándjóks? Já, við erum bara með þetta framan okkur finnst þetta svo fallegt eitthvað. Já, við erum bara að fara að yfir þetta með þér, en hérna, þú sést að bjóst ekki, þú valdir ekki þessa fyrirsögn sjálfur? Nei, ég gerði það ekki. Ok, en ertu að vinna í þessu eða? En myndur þú segja þetta segja bara, ertu að fara að helli helginu, fara downtown, ertu að fara að hammer down a couple of beers, ertu að fara shake your ass og allt það. Heldur að þetta muni hjálpa þér að get lucky eins og... Það verður hjálpa mér eiginlega neður, þetta er geðvikur. Ef þetta muni alltaf, jú. Já. Þetta er bara eitthvað sem ég átt að skrifa niður eitthvað smá sem ég ætla að gera og það myndi drepast og það er ágætt að ná einn erfingja, það væri fínt fyrir rest kannski. Já. Ykkur unast þetta Sverri fyrir heim með ykkur konu og hún heimti að hann seti markmannin á sko að lesa sér frétt. Nýbúin að sjá fyrir þessu. Herðu, nei, þetta Egill sem er með þessa vitleysu, ég best afsökunar Þannig að þetta var bara svona einhver bucket listi hér. Já, þetta var bara mjög basic bucket listi. Já, þannig að þetta er ekkert eitthvað sem brennur á hugaðinum. Nei, ég er alveg góður í byrði, sko. Alveg feskur. Já, þetta er góður. Einn að nættu gaman helgina og vera flottur svona helgapappi. Farið í 3 bjó með krakkan og... Ég fæði þinn bara að lána þetta minn. Herðu, náttúrulega steindir í bullandi vesenni með stelpunni, getur ekki bara fengið pullu og sleppt þessu fyrirsögnum? Hvað er ruglið? Gætir þetta að tekið við pullu, ég veit ekki með það. Mjög gaman að heyri Video Game Boy. Já, sömuleiður. Og við bara óskuður allsins besta með þessar óskiðinar. Fokkaður. Ég tjekka þér. Bye. Já, þetta var svikalegt að lendi í þessu. Ég ætla svona, mér langaði að grilla meira en það er bara ljótt. Já, það er bara ljótt, þú veist, það er ekki svo hann sé að panta þessa fyrirsögn. Nei, stundum bara kemur bara skellt þarna og... Já, en ekki það, langar ekki öllum eignast barn. Já, bara fallegt. Jó, eittu veggin og svona, þetta er skemmtilegt. Þetta er hræsandi, við hefum eftir að fara í sturlaða staðreyndir. Íslensk slúður hérna eftir smá stund. Brakandi fest. Er það brakandi fest í dag? Já, mjög. Er einhverju töframenn í því? Já, það bara kemur í ljós. Það bara kemur í ljós. Áður fyrir mig þetta allt saman ætlum við í stuttar auglýsingar. Ert þú HM snillingur? FM 957 í samvinnu við Stöð 2 Sport 2, Lengjuna, Serrano og Kristall gefa hlustendum tækifæri á að spreyta sig á nokkrum skemmtilegum spurningum heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Ef þú stendur þig vel, gætir þú fengið áskrift frá Stöð 2 Sport 2, gjafabréf frá Serrano, ískaldan Kristall og innlegg frá Lengjunni sem þú getur notað í alls konar leiki. Hlusta á þetta! Allir sem taka þátt í leiknum komast í pott og eiga möguleika á að næla sér í 55 tómmu 3-vítar Samsung sjónvarp frá Samsung setrinu að verðmæti 330.000 krónur sem verður dregið út í beinni útsendingu í HM messunni hjá Gumma Ben 13. júní. FM 957, Stöð 2 Sport 2, Lengjan, Serrano og Kristall. Tokyo Sushi á Nýbýlavegi. 50% afsláttur. Já, 50% afsláttur. Tokyo Sushi og Stix á Nýbýlavegi.
Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við Nox skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum má sjá landvætti Íslands, hauk, bergrisa, dreka og bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittin á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hvert þitt uppáhalds salat? Þú velur hráefnið og við búum til salatið. Opið til 9 í kvöld. Lokal Borgartúni 25. Starfsmenn okkar á plani hafa tekið upp hanskan fyrir viðskiptavinum á þjónustustöðum Shell. Þeir tjekka á olíunni, rúðuvökunum, rúðuþurrkonum og fyll á tankinn, en þú greiðir bara sjálfsafgreiðsluverð. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Túborg og Reykjavík Inc. kynna í 9. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Á að horfa á leikinn? Fyrir 320 kall og með smá hefni getur þú fengið Gary Neville eða Jamie Carragher heim í stofu til að lýsa leiknum. Já, eða báða. Eurojackpot. Föstu dagur til 4. Ef þú skráir því í GoMobile, safnar þú inneign sem þú getur nýtt til að bæta við skemmtilegum nýjungum úr þjónustu úrvali Símans eða til að kaupa þér eitthvað spennandi. Vertu í sterkara sambandi. Síminn. Túborg kynnir í kvöld á Bar 11. Reykjavíkudætur. Túborg og Bar 11 verði ykkur á góðu. Nú hún komin hinn heimsfræga hamborgarapizza á Pizza Hut. Pizzan þar sem ostborgarinn bakaður inn í kantinum. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is og vertu á 12 króna afslætti allan þann tíma. Þú getur auk þess unnið glæsilega vinninga í lok sumars eins og flugmiða frá WOW Air, spjaldtölvu frá Vodafone, eldsneytisinneignir auk fjölda annara vinninga. Orkan. India Soul. Allt fyrir indverska matargerð. India Soul, Suðurlandsbraut 4. Silk Hydration, rakakrem og sólavörn. Nýtt frá Hawaiian Tropic. Öddi Blöð, Steindi Junior og Gils á vaktinni alla föstudaga. Calvin Harris, þið að hlusta hér á FM 95 Blöð. Strákarnir hérna með ykkur til 6 eins og alla föstudaga. Ég veist stemning í stúdíónu. Sko það er 7. og við erum til 6. Vantar bara 2 viðbútt í stúdíó og það væru 6 inni líka. Óskar þess að geti verið út á palli að hlusta á okkur með 1-6 skít. Já, en það reyndar væri líka bara fínt að vera út á balli að bara vera með þáttinn í beinni. Af hverju erum við ekki með þá tækni klára Blöð? Getur verið úti með þáttinn? Ef það er svona fínt viður næsta föstudag, þá komum okkur fyrir út í bæ og sendum hann út. Blöð, hvenær maður segja tilkynninguna meina? Bara eftir það, nú eftir að þættinu sko. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem ég ber enga ábyrgð á er alltaf pínu hræddur við. Er komið að slúðri? Já, það er komið að íslensku slúðri. Já, herru, þú ber náttúrulega fulla ábyrgð á því. Þetta er þinn þáttur. Þetta er þinn liður. Við erum basically gestastjórnendur, ég og Stonefucker. Já, ég fæ náttúrulega e-mail, ég fæ þetta send og já, ég myndi segja að ábyrgðin væri öll þín. En Sko, slúðrið, ég er búinn að fá mikið af tölvupóstum. Mikið af þeim. Fólk er að skýta? Já, fólk er að skýta og það er verið að stoppa mig út á götu. Það er verið að senda mér SMS. Á Facebook mikið. Og hvað erum við með í dag? Við erum með 3, brakandi feskamóla og þetta er allt kallmenn. Ok. Það er nú svolítið þannig í slúðrinu. Stelpunnar eru nú aðeins íslensk kvenfólk kann sig. Já, akkurat, þær kunna sig. En ég ætla að byrja slúðupakka minn á honum. Það er stórsöngarinn Valdimar. Ok. Toppnáðingi. Já, frábær. Og geggjaða söngari. Hvað heitir það? Lagið Læti? Geggjaða lag. Já, flott lag. En Valdimar skellti sér á Austurvöll í síðustu viku og það kom þetta 1 góður sóladagur í síðustu viku. Þið muni eftir honum. Já, hann nýtti hann. Hann nýtti hann og hann og vinnir að skelltu sér á grasið þarna fyrir framan Alþingishúsið. Já. Vitið, það myndast alltaf mjög góð stemning þarna á Austurvelli og þeir sátu hérna í góðu tómi og það var hérna belja rauðu og nokkri bjórar og bara svona hellingur af fólki og góðu fílingur. Bara kósi? Já, bara kósi. Nema hvað? Sko, bara mjög kósi, strákar.
En svo leggst Valdimar í grasið. Leggst bara svona, þú veist, aftur á bakfættur, hann leggur sér svona, skiljiði. Já. Og ætlar að koma sér vel fyrir. Og hann leggst hann beint á bíflugu. Og það hefur nú gerst fyrir bestu menn. Og öskrar svona upp. Og hver einasti maður sem var þarna, það lítur á hann. Það bara öskrar upp, fattar þú, bræður líka að vera svona stungin smá, þú veist, þetta er svona, þú fær smá sting, hafi ekki lendið að vera stungnir af einhverju pötu. Þetta er bara svona örlítill stingur, skítrættu við skvikiti. Já, og hann öskraði upp og svona, eðlilega. já, og byrjaði bara svona að rýna, bara svona eins og bara grís, sko, og brjálæðist og fólk auðvitað bara skildi ekkert í þessu og hann öskraði og öskrar svona upp einhvern veginn, já, stungin, svona ágrís, það var eitthvað helvítið sem stakk mig hérna, segir hann sko. Yfir þetta veistu þau? Já, og þú veist, mörg vitnaði svo, vinir hans reyna svona að róa niður og fólk er fara að horfa á hann sko. Hvað var hann að öskra? Já, stungin ekkur helvítið hérna, sagði hann. Og vinir hans kíkja á hann svona, flett upp skyrtunni og það sést ekkert, þú veist, það er ekkert þarna. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta var bara eitt smá stingur, skilja, það er ekkert þarna. Og hann að spyrja svona alltaf svo hátt, sko, spyr á fullu, þú veist, er blóð? Er eitthvað blóð þarna? Blæðir hún mér? Það er bara, róa, það er bara aðeins. Svo leggst hann á magan og fer að grenja. Jú, hann fer að hágráta. Valdimar? Já. Þvílíkt vandræðilegt. Sem endaði bara svona hrættu við flugur? Nei, hrættu við flugur sem endaði bara með því að koma hann lítill strákur sem gaf honum hérna ís sem hann var með og þá hætti hann og svo hérna fór hann bara stutt eftir. Veist ekki betur. Já, hann var stungin af flugu, fór að grenja og kom krakki og gaf honum ís og hann hætti að gráta. Mest að kætti bara, ég hef ekki heyrt hann að skjafta þessi og smeina mikar síðast í þessu. Herðu, þetta var að gerast bara í síðustu viku. Ég er að fá þetta sendu þetta, ég var ekki á þetta sjálfur. Þú varst ekki á Austurvelli? Nei. Okay. Ekki þú og Pulla og... Nei, það var enginn á okkur, en hann er náttúrulega flottastur, sko, hann Valdimar. Herðu, næsti móli, það er hann Stunginu bíflugu. Já, það er hann Jóhann Alfreð, úr uppistandshópnum hérna með Ísland. Freddin, eins og ég kýrsa að kalla hann. Og hérna toppnáki, það er... Var líka hérna í bensínauðlýsingunum? Já, 8 bendir og hann er algjört gæðablóð, ég þekki hann persónulega. Toppmaður, toppnáki. En hann lendi í djöfisins vesinu núna í Árbæjarlauginni fyrir stuttu. Það skellti sér í sund með stelpu sem hann er að hitta og eða var að hitta, ég veit ekki hvernig það fór en það var voða kósi hjá þeim og þau voru svona, þú veist, mjög gaman hjá þeim, þau voru í slella í pottinum sko. Fór í sleik og Hvað kallaði þau hendur sér í slella. Hafið aldrei heist það? Nei, að fara í slella? Já, hann var að slella. Þetta er bara eitthvað í Mosavælli. Glænýtt orð sem það læra þarna. Ég ætla samt að Ólafs ekki að fara að nota þetta mikið. Nei, þau hendur sér sko, þau voru í pottunum í slella. Svo fóruð þau í laugina og tóku slella og þið veitir, það var kósi hjá þeim, fattar þau? Og hvað var þetta í Árbæjarlauginni? Já, Árbæjarlauginni. Jóhann Alfreð, bara í sleikum alla Árbæjarlauginni? Já, bara í svona nettum slella. En heyrðu, svo fóruð þau og ætluðu bara upp úr og þá segir Freddin hérna að hann ætla að kíkja östuð til Göfuna. Bara svona rétt áður þau færu upp úr og ákveða að hittast bara fyrir utan laugina eftir korter. Og sem er nú allar frásögu færandi. En nema hvað, að Freddin fyrir Göfuna og er bara einn þar og honum voru helviti heitt þarna, búinn að taka sína 5 mínútur og þá kemst hann því hann kemst ekki út. Hann læstist inn í Göfunni og hann reynir að kalla á hjálp og verður andstuttur og líður náttúrulega bara hræðilega. Það festast inn í Göfu, þetta er bara óþægilegt. Og hann er að drepast úr hitt alveg og það er enginn að koma og tíminn einhvern veginn líður bara og náttúrulega siktið bíðandi og allt í rugli einhvern veginn og hún hélt alltaf að væri bara vesen á honum í sturtunni eitthvað, hann væri bara lengi eða eitthvað og hann er fastur hann í Göfunni, engin leið út fyrir hann og hann byrjar að þotna upp og hann finnur hann einhverja sleif, þið viti, bara svona til að skvetta vatn á kolin til að gera Göfuna heitari. Hann finnur sleifina og hann þurft að míga í sleifina og drekka sitt eigið hland til að halda lífi. Hvað var hann fastur lengi hann? Svona 2 klukkutíma. Hvað er þetta eitthvað? Það getur ekki verið í Göfu í 2 tíma. Hann panikaði bara, hann panikaði. Já, ok, þannig að Jóhann Alfreð með Ísland var í sleikum alla Árbæjarlaug, festist í Göfu og byrjaði að drekka sitt eigið hlanda því hann fastur þar í 2 tíma. Þetta var náttúrulega sjóðandi heitt. Það voni ég lendi aldrei þessu slúriðinu. Þetta var svona dökkgult. Vákættur, óþægilegt. Dökkgult pissið. Já. Ég ekki bara að sleppa þrjá. Ég var bara að heyra hvað. Sjóðandi heitt líka. Herðu, hérna, en hann slapp út. Það verður að fylgja sögunni. Glæsilegt. Herðu, en já, það er að þriðji mólin. Hann er mjög skemmtilegur í dag, en já, það er ekki töframæður.
Næja, ok. Engin töframenn í dag. Gott að heyra. En það hann Óli Jó sem með Game TV. Já, Óli Jó, hann er náttúrulega toppnáðingi. Hann gæðablóð. Meistari. Því líku stórmeistari. En hann var með innflutningspartí núna fyrir stuttu og það var hellingur af fólki þarna, allir feskir og þú veist, það er ekki margir sem vita það. Og það er ekki margir sem Óli hleypir ekkert öllum að sér Þannig að það er ekkert allir sem vita þetta, en Óli elskar góð baðherbyggi. Hann er smekkmaður. Þannig að hann byrja á því þegar hann flutti inn í íbúð að innrétta baðherbyggi heima á sér. Rosaflott, það var hiti í gólfi, það er bað og sturta og græjur svona sem getur verið með svona voljumtakka á veggnum, hækkað og lækkað og þú veist, og þetta er svona, já, og klósetti flott lappirnar að dinglekkett og þetta er bara svona skemmtilegt, skilur við. Svo var svona klósettrúlluhaldari sem hann var mjög stoltur af, sem er einhvers konar bronsi. Og það er bara svona bronstöng sem kemur úr veggnum og þú setur klósettrúlla á hana, vitið, bara geðið baðherbyggi. Flott. Svo þegar líður að partíð og allir orðnir fullir og er að skemmta sér og svona, og Óli hann var orðin ofuröfli. Það er bara þannig, þetta er marga tölvuposta með þetta. Og hann var að byrja að pirrast hún í gestunum og segja þeim eitthvað svona hægt að skilja klósettrúlluna eftir á gólfinu eða upp á klósettinu. Þú veist, bara hættu það, þú veist, þá svona orðið reiðu, hættu þessu, þetta, þú veist, bara setja klósettrúlluna á standin, fattar, á bronsstandin, skilur við. Og svo svona klukkutíma seinna, þá fær hann kast á gestina, stafgar, brjálæðiskast, af því að það er bara búið að vera pappir á gólfinu og svoleiðis. Þá girðir hann yfir sig, og kemur sér í standpínu, setur svo klósettrúlluna á bónerinn, og öskra svo bara, byrju hvað, þetta er eitthvað mikið máli eða? Er eitthvað mikið máli að setja þetta bara á standin? Með rúlluna, þá er það með rúlluna á bónernum og svo... ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráir því í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 2. til 20. júní hringjum við ykkur skráðan hlustenda og mókum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn og dagskrárgerðarmenn segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið gjafabréf frá Veramóta og Jack & Jones, fullt af ekstra takeaway, gjafapoka með Lee Stafford hárvörum, gjafabréf fyrir 2 á grillhúsið eða heilan kassa af Prince Polo. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Carlsberg og Hressó kynna heljarinnar garðpartí á föstudagskvöldið klukkan 8:30 í Hressógarðinum. Þar sem Úlfur og Ultramega teknobandið Stefán munu halda upp í stuðinu. Ultramega teknobandið frumflytur nýjan sumarsmell og Úlfur hafa aldrei verið heitari. Carlsberg, eins og þú getur íðilátið á 100 krónur milli 8:30 og 10. Carlsberg og Hressó í sumarskapi. Túborg og Reykjavík Inc. kynna í 9. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Við á Gló höfum opið til klukkan 21 helgar á Laugavegi. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Í kvöld 7. júní spila hljómsveitirnar Ylja, Snorri Helgason og Lindy Voffjörð á Kaffi Rauðku, Siglufirði. Miðaverð 2.500 krónur. Komdu með fyrirtækið þitt eða einkasamkvæmið í karaoke. Það er fyndið. Hendrix við Gullinbrú, bestur í partíum. Stelpur, Levi's er með sumarbuxurnar fyrir ykkur. Skinny fit gallabuxurnar eru flottari. Frábært snið, frábæri litir, komið í Levi's. Við erum með þetta. Boli, landvættur Vesturlands í samstarfi við NOX skartgripi gefa vættahringa í sumar. Á hringnum á sjá landvætti Íslands, Hauk, Bergrisa, Dreka og Bóla. En hringarnir hafa hlotið einróma lof fyrir hönnun sína og eru einstaklega glæsilegir. Sendin mynd af kassakvittun á boli@ölgerðin.is næst þegar þú kaupir Bóla. Vinningshafarnir verða dregnir út í allt sumar. Boli, gefðu þér tíma. India Soul. Allt fyrir indverska matargerð. India Soul, Suðurlandsbraut 4.
Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is og vertu á 12 króna afslætti allan þann tíma. Þú getur auk þess unnið glæsilega vinninga í lok sumars. Orkan. Q-breiðholin fást í TRI verslun. Suðurlandsbraut 32. Cube your life. Tokyo Sushi á Nýbýlavegi. 50% afsláttur. Já, 50% afsláttur. Tokyo Sushi og Sticks á Nýbýlavegi. Kryddaðu kynlífið með vörum frá tantra.is. Hlíðasmára 13, sími 587 69 69. HM í Brasilíu í beinni á Sport 2. 18 leikir í leiftrandi háskerpu. Allir leikirnir með Aroni Jóhannssoni, fyrsta Íslendingnum til að fara á HM. Aron er að skora! Þessi gæi er að fara á HM! England, Ítalía og fleiri stórleikir og HM-messan með Gumma Ben fyrir hvert leik. Sérfræðingarnir munu fara á kostum. Ekki missa af þessari fótboltaveislu. HM í Brasilíu hefst 13. júní. Fáðu þér áskrift á 365.is. Sport 2. HM stöðin. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Já, þau eru að hlusta á FM 957 með ykkur í dag. Auðun Blöndal, Steindi Junior, Egil Einarsson og út í hotni situr besti handboltamaður heims, Aron Pálmarsson. Hann er ennþá hérna út í hotni. Það er rosalega gott að hafa hann. Hann er með svo þægilega nervuru. Já, það er fínt að hafa hann í hotni hérna. Og má eiga það. Má alltaf vera út í hotni. Samt er hann nú ekki hotna maður. Nei. Hvernig ástu hvað þessi? Hann er ekki bara að finna þessi hitt. Já, takk fyrir að hlæja. Hérna það er eins og komið að sturlum staðrundu. Það er búið að vera svo þéttu þáttur að við glemdum að fara í sturlar. Já, við verðum að fara í sturlar. Er það ekki? Það eru svo margir sem vera að bíða spenntir eftir þeim. Þið pikkið í mig. Þið þurfa að taka það saman á Sveppi og Pétur Jóhann gerði þegar Háraði með var orðið það þund að þið pikkuð í mig og sagði it's time. Þið eru ekkert orðið þreyttir á sturluðum með það? Nei, alls ekki. Nei. Nei. Ekkert svo þreyttir á því. Nei, hvað eru þið konum við leið á sturluðum? Nei. Ofta segið yes og eitthvað svona. Já, ég var að lesa eitthvað á internet. Já, ég var bara að hugsa eitthvað annað. Þegar ekki að fara í sturla? Auðvitað förum við í sturla. Þær eru mjög skemmtilega. Láttu ekki svona. Ég væri til að, í erlenda slúðrið, ég væri til að fá aðeins meira af mínum mönnum þarinn. Michael Culkin, Wesley Snipes og einhver svona. Það er komið að sturlum staðrendum og vonandi eru hlustendur að núti tilbúnir. Ég allavega er ekki komið leið á þeim og þið þá bara pikkið í mig ef það svo er. En hér kemur fyrsta. Dóttir Oscar de la Hoya, boksarinn hérna fyrirvandi, heitir Victoria's Secret. Veistu hvað mér finnst það? Hvað? Jesus Þegar ég held þessi þáttur gæti ekki fara á lægra planu. Þessi var lélugur. Alveg skemmilegt. Málega er, fólk heldur kannski að núti hann hafi verið að gera þetta með munnunum. Hann rak við í mikrofónin. Næsta sturla staðrind. God damn it, maður. Robert Downey Jr. er með gullkort hjá Burger King. Hann var free for life. Sko, þetta er svona Afhverju, ég veit það ekki. Prumpubrandari var svolítið svona að þú þurftir að vera hérna. Ég er hérna. Já, hann var ekki góður. En þú sást þetta ekki? Hann rak við í mikrofónin. Það er eitthvað heist ef ég hef gert þetta. Það er eitthvað heist. Þetta var það sem honum fannst að dóttir Oscar de la Hoya heitir Victoria's Secret. Ég valdi að sé þetta gert á þér. Þetta er svolítið merkilegt, sko. En finnst okkur ekkert merkilegt að Robert Downey Jr. er með gullkort hjá Burger King og er með free for life? Hann borðar ekki Burger King. En ég spyr ykkur, ef að þið mætti velja svona gullkort, hvaða stað sem er, hvaða stað myndi velja? Kentucky. Saffran Kentucky. Shocker. Næsta, Justin Timberlake var að hitta Fergie. Þið veitir hver Fergie er, sönguna? Já. Eina menn upp á söngunum? Já, Black Eyed Peas. Já, hún er alltaf leið. Já, Justin Timberlake og hún voru að deyta þegar Justin Timberlake var 16 ára og hún 23 ára. JT hef ekki breykið hana. Þau voru saman þegar hann var 16. Já, hann var ekki breykið hana. Hann er bara drullandi við The Kardashian Family og með eitthvað djúvillið. Er hann líka því? Justin Timberlake rakað þau Var hann ekki því? Nei, það var DiCaprio. Já. Og ég er búin að gleyma því. Hvað? Þeir eru einhvern veginn eins fyrir mér. Varst þú lengi í sólinu? Hann var 16 og hún 23 ára. Já, mér finnst þetta vel gert hjá honum. Ég satt að fara á tónleikan í ágúst. Hefðu menn ekki sagt eitthvað annað, hefði hún verið 16 og hann 23? Já, var hann í fangelsi? Hún er eitthvað gift í dag, Just Mel, hérna leikara. Hann er alveg að skríða inn á top 4 hjá mér, sko. One hell of a man. Já, myndalögum maður. Hvað sagði hann heiti? Josh Duhamel. Hann var hérna í... Josh Duhamel? Josh Duhamel. Var í þáttunum alltaf talað um fólk sem engi veit hver er. Herru, svo er það næsta. Það selst Nutella dós á 2 sekúndar fresti í heiminum. Á 2 sekúndar fresti? Já.
og þess vegna ég ekki alveg, ég hef aldrei keypt með mér Nutella. Eru þið eitthvað í þessu? Pítu, ertu að tala bara svona súkkulaðibrauð? Spurjum Steinda þessu bara? Já, ég er mikið í þessu. Já, kemur ekki óvart að þú ættir nokkar svona. Hefur aldrei fengið súkkulaðbrauð? Jú, en ég bara hef aldrei keypt það sjálfur. Nú þarf að fara að koma upp í Mosólmaður. Ég skal smyrja fyrir þig eina súkkulaðisamlóku, svo get ég hent í eina með svona kæfu með beikoni. Bacon-kæfu sem ég keypti í Krónunni núna í fyrradag. Bacon-kæfa, mjög góð. Áttu Nutella-dós heima þér núna? Já, alveg, bara alltaf. Hvernig ferði það að halda þér svona góða formi og borða svona óvalda mat? Nei, sko... What's the secret? Það er lykillinn, hvað sagt okkur það? Veistu það, strákar, að einhvern tíma deyjum við allir. Og við höfum að lifa lífinu með við getum. Og ég kýs að gera það með Nutella-dós. Það búa 67 mismunandi tegundir af bakteríum í naflanum maður. Horfður á mig? Ekki koma með eitthvað bakteríu Nei, ég sá eitthvað þátt ég sá eitthvað svona heimildamyndum ef þú myndir sjá bakteríuna sem aður og það verður klikkaður. Ég veit það er sko, þú veist að það er allstaða pöttur á augnárunum, augabrúnum 67 mismunandi bara í naflanum. Já. Svo er það næsta. Þegar Wayne Gretzky hætti í NHL árið 1999 átti hann 61 met og núna árið 2014 á hann ennþá 60. Þannig að hann er the greatest of all time eins og hann kallar. Það er ekkert margir hockey unnendur að hlusta kannski en þetta er samt merkilega staðrind finnst mér. Ég horfði samt á hockey daginn, ég hef nú ekki hort mikið á hockey en ég horfði þarna á leikum daginn og það er mjög skemmtilegt. Hockey er mjög skemmtileg íþrótt að horfa á í sjónvarpi. Og hockey er mjög nett sko. Já, við þannig mörg ár. Já, þú varst í konstant ekki landsliðið. Ég var í húrtakinu. Hvað meni, það voru allir sem æfðu voru í landsliðinu? Já, ég komst bara í húrtaki held ég. Ég var í húrtakinu. Ég stóð með mjög vel. En þú varst ekki svona þykku þá? Nei, ég var aðeins grænri. Það var áður en ég var professional bodybuilder. Akkurat. Svo er það staðurinn sem ég er mjög hrifinn af því að ég er a huge fan. Þetta er hann John Daly golfari, vitið hver það er? Nei. Eini golfarinn í heiminu sem hefur verið sponsoraður af Hooters. Hann er feitur og hún líður bestur en þunnur, hann spilar best þunnur og fæst 2 bjóra fyrir og er eins golfari sem við þéna hvað mest á ferlinum af öllum golfurum. Hann bara sturlustaðrind, hann er búinn að eyða $57 milljónum í gambling eða fjárhættuspil. Þú ættir að hringja í hann maður. $57 milljónir sem að John Daly er búinn að gambla frá sér. Það var endar uppáhalds Ég veit það mikið maður. Já, uppáhalds 60 mínútna innslagi mitt ever með John Daly og þið ætti að fara á YouTube og horfa á það. Þá er hann að tala sko, hann er búinn að skilja held í 4 sinnum, er búinn að eiga 4 eiginkonur en hann vildi meina að fyrstu 2 skilnaðarnir voru ekki honum að kenna. Það voru 2 aðri gaurar sem sáum það. Annar hér Jim Beam og hinn hér Jack Daniels. Þetta er algjör faðmað. Ég hvet fólk til að fara á YouTube og sjá 60 Minutes með John Daly. En hann er búinn að gambla 7 milljónir frá sér. Það var gaman hjá honum pottet. Já, 2 eftir. Whoopi Goldberg er orðin langamma. Það kemur nú ekkert óvart. Þetta er ekki sturlaust það. Langamma. Hún leikir Sister Act 73 eða eitthvað. Já, því að þú fórst hann í bíó þá. Sister Act var 90 eitthvað sko. Hún er ekki nema 58 ára, Whoopi Goldberg. En hún er mamma. Orðin langamma. Já, langamma. Já. Mér fannst þess að vera bara að segja Nei, langamma. Já, það er nú svolítið merkilegt. Já, það ekki. Svolítið ung. Ung, já. Og svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Ég veit að Egill Einarsson verður ánægður með þessa. Skoðum með hana. 10. október er Tom Cruise dagurinn í Japan. Nei. Hann er með sin eigin dag í Japan, hann Tom Cruise. Herru, ég fór að sjá nýja myndana með Cruise á honum. Já, það er góð maður. Mjög góð. Ég er búinn að fara á hana. Vá, hvað komir óvart. 10. október, ég ætla að setja þetta í dagatalið mitt, ég ætla að taka hana dag frá, sko. Þetta er 30 ára með mér. Tom Cruise dagurinn í Japan. Ég veit ekki hvað, ég ætla að halda hana dag heilagan. Þetta voru sturlaða staðreyndir hér strax eftir. 10. október er föstudagur í ár. Tom Cruise dagurinn. Hittust heima og horfum á nokkrar. Hér eftir smástund ætlum við að gefa 40.000 króna pakka, 2 VIP miða á David Guetta og DJ Muscleboy eins og þessi mikilvæg tilkynningu. Er með eitthvað tilkynningu en fyrst skulum við fá lag sem ég hef ekki spilað lengi og er ennþá í miklu uppáldið á mér. Hér með lagið Holy Grail en það er annar snillingur á leiðin til landsins og hann heitir David Guetta. Kollegi minn. Kollegi hans Egils, já, báði DJ-ar. Ég held að þau myndi að ná mjög vel saman backstage. Við gefum það mjög mikilvæg DJ-tips og... það verður frábært. En við erum með 2 VIP miða á David Guetta og þetta er 40.000 króna pakki því að innifalið í þessu er frítt að drekka og ég veit ekki hvað þarna bara... Þetta er alvöru VIP pakki. Alvöru passarinn á svæðið og... Bíddu, þeir eru sko samanlagt. Eru þeir hvað, andur í 40.000 króna? Já, 20 skall og 20 skall, þetta er mjög flott. Þannig að nú er að gera hringja í 511-0957. Það að gefa áður en gerir mikilvæg tilkynninguna minna. Nei, gott er bara með tilkynninguna hennar fyrst. En eru við samt að tala um uppbytununa, sjáu þetta. Við erum að tala um Muscleboy, ég verði þarna, Bent, hver eru fleiri? Úlfur þegar ekki?
Hellingur lið. Já, þetta verður rosa. MC Gauti fann það mikla heiður að hita upp fyrir Muscleboy. Já, nákvæmlega. Þetta verður gaman. En Auðun, ég með 2 tilkynningar. Þetta er svakalega tilkynningar, sko. Ég ætla að biðja fólk að ef það er að keyra, leggja bílum. Ég vil lengi slys. Nei, hver er tilkynningin? Ég með 2 tilkynningar. Ég hef hann í A-lið og B-lið. Byrjum á A-lið. Ég hef náð samningum við Brynjar Dag sem vann Ísland Got Talent. Hann verður bakkar mig upp á sviðinu því ég tek Laura. En þetta er ekki líka með Palla Jójó? Jó, sjá þetta fyrir þér. Ég er í miðjunni, ber ofan, skafinn. Þetta er ekki stutt í þetta? Jú, 10 dagar í þetta. Kötti verður klárt, ekki á Gjörgilsson. Þú ert ekki að ná að kötta. Býta aðeins, vinstra megin við mig. Fyrst þessi steindis að pallinum heima var að þú verður pínu tjöbi. Má ég klára tilkynninguna í friði? Vinstra megin við mig, Palli Jójó, spinning that shit. Hægra megin við mig, Brynjar Dagur. Hversu rosalegt verður þetta? Þess að Jón Arnór Töðramaður bara á milli lappana. Ég er ekki búin að bóka hann meistar á þetta. Það eina mikið að koma á loftinu síðan þegar við dúum þetta síðan. Nei, þetta Brynjar Dagur, geggjaði dansari. Það er flott að hafa hann í lag og náttúrulega... Já, Palli Jójó er líka mikill guetta aðdóðandi. Þannig að þetta verður veistlega. En og tilkynningum með 2. Sestu stendi? Ég sitt. Hvað rugglar þetta? DJ Muscleboy sá virti plötusnúður. Þú hægt að tala sjálf við þriði persónu þegar það er skrítið. Mun frumflytja nýtt lag í FN95 blöð næsta föstudag 3 dögum fyrir tónleikana. Það lýst mig vel á. Ok, það er enda góð tilkynning. Ég verð með glænýtt lag. Er það þú sem er textan? Ég er að vinna í textanum, ég viðurkenna það. Og það verður bodybuilding þema nema ég hendi inn það verður smá sumar og smá cash inn í þessu líka. Ertu að byrja að vinna með cash? Já. Cash is king. Þannig að einhver áhyggjur því að vantaði nýjan sumarslagar slakið á, þetta er klárt. Kemur næsta föstudag. Ok, en nú spyr ég ykkur strákar, hvað eigum við að láta hlustendur sem eru að fara að ringja núna í 511 og 957? Hvað þurfum við að gera til þess að vinna 40 krónar pakka á David Guetta, 2 VIP? Æ, við skulum ekki fara að láta þau syngja ykkur lög með Guetta. Nei. En er þetta bara halló til hamingju eða? Það er líka eitthvað svo leiðilegt. Já, mér finnst að það þurfa að vera eitthvað smá. Ok, ég myndi segja að til þess að tengja, við erum alltaf að reyna að tengja og við erum að vinna svolítið með konceptin. Svo sem hringir inn og ætlar að fá með það, verður að hendi í topplista, topp 4. Til í það. Opnum mynda fyrir síman, FM95 blöð. Og það eru Íslendingar. Já. Halló. Halló. Ætlar að missa af þessum glæsilega pakka. Halló. Þú heyrist ekki? Það munið svo litlu að hafa skellt á þig. Shit. Það er bannað. Það er bannað, þú ert að koma að lína, hvað heitir þau? Hinrik? Ostameistari. Og hvar ertu staddur, Hinrik? Núna er staddur í Hafnarfirði. Í Hafnarfirði, er ekki ennþá bongo blíð úti? Hafnarfjörðurinn. Svo mikil. Við erum lokarinn í stúdíu, það reyndar á leiðinni heim. Steinn Ármann skaði brendur með eitt kaldan annan, nei? Alveg, svo brendur. Já. Ertu David Guetta? Ég er ofan í allan daga þegar ég gana. Nei, ertu David Guetta aðdáandi? Já, ég er það. Og þú ert, ef þú getur nefnt okkur, topp 4 Hvernig spurðu líka hvað þessi Muscleboy aðdáandi? Ertu DJ Muscleboy aðdáandi? Já, ég er það. Takk meistari. Herru, ef þú er búin að hlusta þáttir undan það vikur, þá er svolítið svona, það er smá gay vibe að færast yfir þetta hjá okkur og við erum með topp 4 lista, búin að vinna svolítið með þá. Hjá mér var til dæmis Seth Sharp í 1, Teitur Læknir í 2, Joggvar í 3 og Benny í hraðfréttum í 4. Hver er topp 4 listin þinn á íslensku kallmönnum? Eða þú verður að detti í eina svona flipnót til að bjarga... Nei, íslensku kallmönnum. Ef ekki að hendi ykkur allavega þarna, þú veist... Vel valið. Easy way out í fílaða. Og Kári yfirmaðurinn minn. Já. Hann er enda mjög sexy, ég viðurkenni það. Hvað er þetta að vinna? Kasta kveðja á hann. Hvað er þetta að vinna? Sælugörðun. Í? Sælugörðun. Sælugörðun. Kári í Sælugörðun, hann kemst á topp 4 listanum. Hann er sexy að Kári. Mjög sexy. Til hamingjum með þetta, vinur, ég ætla að halda þér aðeins á línunni og ræða hans betur við þig, en það er hins vegar komið að okkur að kveðja hér í FM95 blöð. Við bara þökkum kærlega fyrir hlustunin í dag. Aron Pálmarsson, takk æðislega fyrir komuna. Sannur heiður að fá þig. Því líkur meistari. Hvað er þetta að þykjast að fara? Takk fyrir komuna, Aron. Þú ert ennþá hérna. Það er ekki að segja bara bless fyrir hlustendur. Já, hann er sannur meistari. Segðu hvernig?
Bless. Já, við verðum með aftur næsta föstudag. En ég svona aðeins til að tísa fyrir ballið. Þegar þú ekki bara henda í þetta var vel gert, Blondell. Hafið það gott í sólinni. Hafið spáð bongo blíðu alla helgina. Heyrumst eftir viku.